Já, velkomin að Rauða á mánudegi ekki kannski miðjan júlí, í byrjun júlí, það 7. júlí í dag. Við vorum eiginlega í sumarfríi en ákveðum að koma tilbaka að hluta til vegna þess hvernig dagskrá sjónvarpsins það bara fótbolti. Við erum núna á öðrum tíma, núna klukkan 7, vanalega byrjum við Rauða klukkan 8 en ákveðum að byrja klukkan 7. Það sem fréttatími Ríkisútvarpsins vanalega. En ekki núna, af því að það fótbolti. Þið sem að vilja horfa á fótbolta, ætti að skipta yfir á RÚV. Þið sem að vilja horfa eitthvað allt annað en fótbolta getið verið hérna áfram. Hjá mér Sigurjón Magnús Egilsson og María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Sko hugmyndin, þetta svona sumarþáttur í okkur. Já. Við ætlum að vera með tilraun að vera hérna milli 7 og 9. Síðan munum við vera með alls konar efni því að við teljum okkur eiga óendanlega mikið efni. Það ekki fræðilegu möguleiki ykkur að horta á allt. Nei, það búið framlega mikið. Já, þannig að við erum með hellinga efni sem við ætlum að sína. En svo ætlum við að vera núna milli 7 og 9 á mánudum, frá mánudum til 50 dags. Sem svona einn vanalega tími eins venjulegu Rauðaborðsþætti. En vera milli 7 og 9. Já. En ég ætla reyndar til þessum helgina þá verður helgispjall sem ég tek við Pál Óskar. Þannig að við skjótum inn svona 9 efni hér og þar. Yfir sumarið. En það sem við ætlum að reyna að gera tilraunir með núna að segja fréttir af því að það eitthvað fréttir á RÚV. Já. Og við bara vindum okkur í það. Og náttúrulega frétt dagsins hérna heima að það allt í hnút í þinginu. Já, heldur betur. Já. Heldur betur sko. Það er ólíklegra að það leysist deila þar friðsamlega heldur en í Úkraínu eða Gaza. Já, það er Já, ekki samkvæmt Kristrúnu Frostadóttur Jú, segist alltaf að þetta leysist Já, hún sagði það núna bara í gegn með málið. Já, í gegn með málið, það verður þá ekki í fullri sátt. Ríkisstjórnin getur ekki bakkað með það, hún ætlar að ná veiðigjaldinu í gegn. Já. Stjórnarandstaðan getur ekki bakkað með það, hún ætlar að stoppa það. Já. Og hvernig leysir það, Sigrún? Ég leysi það þannig að þá bara verður þingforseti að taka upp 71. grein þingskapalaga og þar getur hún bara að stoppa þetta. Sett bara niður hver má tala mikið og svo er það bara búið, atkvæðagreiðsla. Og það er ég er búin að heyra eins í fólki og hann niður frá og í stjórnarliðinu fjölgar þeim sem að vilja þetta. Vilja að hún bara rífi í handbremsuna, neyðarheimilinn og hætti þessu. En í stjórnarandstöðunni? Ég myndi halda að það væri líka fólk í stjórnarandstöðunni sem myndi vilja þessa niðurstöðu. Innst inni. Já, en það er líka, þeir eru náttúrulega nánast þegjandi hásir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Sigurður Ingi Jóhannsson og svona, þeir eru bara orðnir hásir, það er bara eins og að verið fyllir í gærkvöldi, Þetta eru hvað, 50 og eitthvað ræður á kjaft ekki neitt, Nei, og það var 50. og 3. ræðan í morgun, sem beið Njáls Trausta Friðbergssonar, hann var mjög reiður og ástæð því að hann var svo reiður er nefnilega svolítið merkileg af því að Grétar okkar maður sem nú með sjávarútvegsspjallið hérna, hann núna situr á þingi sem varamaður og það var, þetta er svo asnalegt að þingfundur byrjar klukkan 10 og þá bara strax þá kemur Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins í pontu og þegar talum fundarstjórn forseta, fundur var ekkert byrjaður. Hún byrjaði bara að tala fundarstjórn forseta. Svo komum við hvert af öðru til að gera þetta og misi sterk rök sem þau hafðu og þá kom aflaskýrstjórinn gamlu úr Sandgerði, Grétar Mar og hann sagði það er ástæða til að leggja orði í belg. Hér er búið að vera að halda mikill minnihluta Alþingi málum í gíslingu út af veiðigjöldum. Sumröða sem áttu sér staðum sjávarútveg hér síðustu daga og vikur er með ólíkindum. Bullar fólk tóma vitleysu og manni dettur hug að þetta sé meira og minna þorskar á þurru landi. Veit ekki hvað þeir að segja og leggja til. Ég hvet fólk til að hætta að hlusta á einlita áróður LÍU-klíkunar og fara eftir þeim eins og hundar í bandi og gelta þegar þeim er sigrat. Og þetta kætti ekki inn, held ég. Ekki komið þá upp í pontu og fór að kvarta yfir að það verið. Já, hann hefur ekki fengið áminningu frá forseta? Jú, það var komið eitthvað svona með það, að það væri því Njáll Trausti Friðbergsson, hann kom upp aðeins seinna
og hann bara gæti ekki heilum sér tekið flugumferðarstjórinn skipstjóran tala svona og þá kom ykkur og kalla á sal eitthvað að Þóru Seipið þetta og þeir muni taka Greta Mar á teppið fyrir þetta. Þeir sem að vilja fylgjast með umræðunar á þingi, þeir geta svona skipti yfir á Alþingisrásina, hún á vefnum bara. Það núna Þorgrímur Sigmundsson hérna í púltinu. Næst kemur Karl Gauti Hjaltason, hann með sína 42. ræðu sem mér sagt að segja jafnvel betri en 41. Og síðan kemur Nanna Margrét Gunnarsdóttir bara með 15, hún lítur að hafa verið veik. Hún fór í frí í 2 vikur án þess að kallin varamann og það svona fólk síðan kemur Ólafur Adolfsson varnarjakslinn í 53. ræðinu sinni Ingibjörg Davíðsdóttir í 57. ræðinu sinni síðan Bryndís Haraldsdóttir í 47. og Vilhjálmur Árnason í 42. Er eitthvað velun veitt svona fyrir flesta ræður á þetta þingi? Skammavelun þetta er ekki eðlilegt. Það er ekki hægt að leysa þetta af því að ríkisstjórnin verður að ná sig í gegn stjórnarandstaðan verður að stoppa þetta en það sem ég held að þessum spurði ég hvort að stjórnarandstaðan var ekki líkorðið sátt við það að gripið til þessara ákvæða í þingskapalögum þess að það er langbesta leiðin fyrir stjórnarandstöðuna að komast út úr þessu að segja að hún bara stoppaði okkur og benda á Kristrúnu. Já, og Þórunni náttúrulega sem tekur ákvörðun, Þórunn Sveinbjarnardóttir tekur ákvörðun ef hún verið tekin og ég held að, það sem ég held að þetta verði ofan á, það verði bara gert. Ég hef sagt það hérna líka að þetta mun gerast og leiður þetta búið að gerast, að þá verður þetta viðtekið regla. Nei, svo verður þetta allt vitlaust, ef hún gerir þetta, þá verður allt inn í þinghúsinu. Nei, ég held ekki. Ég held að þetta verði þegar Ólafur Ragnar beitti málskostréttinum, þá bara breytt hann sögunni. Já, ég held þingmennir munu, stjórnarandstöð þingmennir munu búa til píslávott úr sjálfum sér. Það mun engin vorkina þeim. Nei, þau geta ekki sagt, já, ok, gerðu það þá. Það var viðtöli á RÚV og stóð 2 við Óla Þ. Harðarson og fleiri sem að segja bara loksins. Við erum búið að stoppa þessa vitleysu. Ég held að það verði það sem mun gerast. Herðu, en það er ekki von til þess að það verði gert núna. Ég heyrði aðeins í þingmönnum, meðal annars að við vorum að byrja með þennan þátt. Og segja, ég meina, þýðir nokkuð að vera að biðja þingmenn að koma hingað, geta þið sagt eitthvað og þá segja, allavega ekki ég það vill eiginlega enginn koma og tjá sig stöðu þessa mála og ég veit ekki hvort það sé tilgangur fyrir okkur að vera að ræða veiðigjaldsmálið er það ekki fullrætt? Já, mér finnst bara það er alltaf að búa eyði í það ansi mörgum orðum. Já, mér finnst bara aftur þetta þessi sérimónia sem í gangi finnst mér svolítið svona merkilegt og að þingmenn tali þarna 10 ræðina og kannski 3 röð sem að vitna í samþykkt hreppsnefnda vopnaferðarhrepps lesa það upp. Og það er að lesa, að þið vita ekki hvað ég er að tala en þótt hann væri líka væri komin eitthvað að fara að reka í Þeir eru búin að tala frá sér allt vit og margir höfðu ekkert mikið fyrir. Fæstir hafa, bara venjulegt fólk hefur ekki vit til þess að tala í 57 ræður. Og mikið af þessu fólki var kannski búin með vitið sitt bara í 10. og 12. ræður. Ég er búin að kíkja stundum hann inn og það er ekkert að sjá þarna. Það er ekkert í gangi. Herðu, ef að fara í aðra fréttir, ég held að svona frétt sem að eru vakið svona fólk til þess að ræða saman er frétt þar sem að fyrirsögnin var hérna sem við ætlum að sýna hérna á skjánum sem er ekki efni til að ákæra þá sem fötluð kona var látin hafa samræði við. Einmitt. Þetta er óhugnalegt mál sem að ég man ekki alveg hvernig brúta á þessi stað en þetta er þessi maður sem að brýtur gegn fallari konu og var einhvers konar yfirmaður hennar eða gæslumaður? Já, gæslumaður og hann svona í þeim krafti og síns yfirvalds þá einhvern veginn og aftsmunurinn og brýtur hann gegn konunni og gefur hann einhverjum 4 eða 5 einstaklingum aðgang að konunni
konunni. Það er ekki deilt. Nei, það kemur allt fram í dómi, ég meina maðurinn er dæmdur fyrir nákvæmlega þetta, en það sem er svona athyglisvert og hefur verið fjallað í fjölmiðla í dag, Drífa Snædal talaði þetta á Vísi aðeins sá ég, hún og var að velta fyrir sér þessari ákvörðun, þú var sérst saksóknari sem tekur þessa ákvörðun að vísa þessum 4-5 málum frá þar sem þau þóttu ekki líkleg til sakfellingar. Hvernig stendur því? Þetta er bara, ég hugsa að þetta sé svona eins og með önnur kynferðisbrotamál, þetta er orð gegn orði, það er ekkert nýtt í þessu, þeir segja bara nei, hún samþykkti þetta og þrátt fyrir að allt hitt einhvern veginn liggi fyrir þá verðist það ekki vera nóg, en þetta er svolítið mikið og það sem að einmitt Stígamót og svona fleiri hafa verið að beita sig fyrir að verði lagað í réttarkerfinu. En ætti, það ekki náttúrulega ekki máli í Hörgúl, en ætti þeim ekki vera ljóst ef einhver maður leiðir þá að sænga ykkur á konu sem að ber með sér að vera ekki með fullan þroska? Ætti þeim ekki að vera ljóst? Ég er bara að velta fyrir mér ég meina það sér þetta hver maður, ég held að en svona í augum lagana þá virkar þetta bara svona svolítið svart og hvít, sko, það er bara þú veist, er tilefni til sakfellingar eða mun þetta bara einhvern veginn svona kosta peningaða tíma og þægjandi fyrir viðkomandi. Kannski eru lögin þannig að þetta sé rétt mat hjá saksóknara, að þetta sé vonlaust mál að sækja. Mér finnst það nefnilega mjög líklegt að því að þannig er þetta nú yfirleitt og ég man nú ekki alveg nákvæmur tölur en það eru þetta með sakfellingarhlutföllin sko og ákærurnar sem gefnar eru út og sko fyrir allavega einhverjum árum þegar ég var svolítið mikið í þessum málum þá var 10% af kærðum nauðgunum komist í gegnum nálarauga saksóknara eða lögreglu fór í ákæru og svo var sakfellingar hlutfallið af þeim einhver, ég man ekki, 50-60% eitthvað svoleiðis. Hvað haldið þið þarf þá að breyta lögum til þess að... Ég þekki það ekki. Ég held að já, sko, það er líka erfitt. Sönnunarbyrðin, sko, þú veit að ef þú kærir eitthvað fyrir glæp. Þetta er rétt skiljað mér að í dómnum stendur að þetta hafi gerst. Já. Það er ekki það deilt. Nei. Hún hefur væntanlega vísað þessu frá áður en dómurinn kom. Ég myndist það nú líklegt. Er það ekki? Nei, ég meina að þeir hafi sængað hjá henni. Já. Jú, það hann hafi allavega ég veit ekki hvort hann var selt eða leyft þennan aðgang að konunni. Þetta er bara algjör hryllingur. Þú segir þetta svona, þetta er algjör hryllingur. En það er kannski... Mér vil líka sjálfsagt að við ræðum þessi máli eins og til þess að var mál í Frakklandi sem var núna fyrir heldur sem var náttúrulega kannski grófara þetta, ég veit það ekki sko, kann ekki að meta það. Þar var konan dópuð og fleiri og bara seldur aðgangur að henni. En ég meina maður velta fyrir sér hversu langt hann hefði gengið ef hann hefði ekki verið stöðvaður sko. Ég meina það hefði getað, alveg svo franska málið, hefði getað gengið í áratugi sko. Herðu, næsta mál er að íslenska liðið er úr leik á Evrópumótinu í fótbolta. Já. Þetta er náttúrulega að búa að byggja upp svona væntingar fyrir þetta mót. Svona gleðibanga væntingar. Já, nú væri komið okkur. Okkar tíminu væri komin í þessu. Þetta voru mikil vonbrigði. Við erum svo nýpin þjóð. Við þurfum alltaf eitthvað svona til þess að gleðjast yfir og svo bara einhvern veginn gengur það ekki upp. Þetta er alltaf svona sorglega. En ég hef verið að reyna að hlusta á þá sem að þykjast að vita þessu. Það er nú deilt það hverju hafa vitað þessu. Það er leið að einhver segir eitthvað og gagnrýnir eitthvað þá kemur einhver fram og segir að hann hefði ekki vitað þessu. En eitt af því sem eru sagt að þeirra er hort á hvernig liðið er mannað, þá erum við bara með mjög góða leikmenn en náum ekki árangri. Þá er það yfirleitt þjálfurum ekki. Við skorum ekki mörg. Bara í langan tíma skorum við ekki mörg. Það er eitt og eitt af og til sko. Það er sem æfingaleik sem við spilum ég man ekki við hverja áður en fórum í móti þá spilaði Sveindi Stein alveg æðislega flott mark sko. En svo skilst mér þetta við sáum náttúrulega ekki leikinn í gærkvöldi en að þá séu sko hún er kantmaður, hún er sko fljót upp kantinn hleypraðar en aðrar en hún var sett sko sem miðju sentrin sko og þar er hún ekkert góð og þetta skilur enginn
og þannig að þetta eitthvað eins og þetta sé bara eitthvað sko. Hún var látið spila eins og svona hefðbundi 9 eins og sagt er. Já. En hefði átt að fá að spila eins og 10. Nei, 11. Já, eða svona aðeins út í kantinum. Já. Messi hangi svolítið þar. Það er ekki beint svo 11 sem hann en hún fer svona niður með sko. En hvort sem að þá hún ekki höfð á sínum uppáhaldstað eða besta stað eða eitthvað kollina. Og svo eitt sem ég tók eftir. Það var hérna þegar töpum fyrsta leiknum að móti Finnum sem hann var búið að segja okkur að við bara myndum sigra bara. Formsættir að klára þetta. Já, tæki var alltaf að mæta á völlin, sko, við vorum svo viss þetta. En svo við að tala við landsliðsþjálfarana, Þorsteinn Halldórsson, og það var sagt að heima sé eftir leikinn, sko, það sé svona hörð gagnrýni eitthvað, og þá segir landsliðsþjálfarinn, mér skít sama, sko, mér finnst, ég spyrir hvað ég sá þetta. Ég veist eins og væri að svara svolítið svona talin í stofunni. Mér finnst landsliðsþjálfarnir í handbolta stundum tala svona líka. Ekki mér skít saman. Þeir verða bara að tala eins og hafa við til eitthvað svona ekki frekar sagt sko. En stundum pilringur á milli. Það eru gáfumennir sem fjallum og hinn sem að standa í vílínunni. Það kemur svona pilringur á milli. Logi Geirsson hefur pirrað á svolítið handbolta. Hann svo hreinskilinn bara og ákveðin hvað hann segir og vinsæll sko í þessu. Og þess vegna pirrar hann stundum. Þetta með landsliði það bara, ég ekki nokkrum að hafa það. Þeir spila síðasta leik og svo verður bara fundur og Þorsteinn þakka fyrir komuna og leita nýjum þjálfara. Ef það verður með góða leikmenn en náum ekki árangri þá er það þjálfarnum að kenna, það er bara hannig. Já. Og þú getur sagt að en leikmennin lögðu ekki fram og þeir gerðu, en þá er það oft þannig að það er líka þjálfarnum að kenna að svo sé. Þess að hann á að hafa andan í hópnum þannig að skilaboðin sem hann kemur séu meðtekinn en ekki einhvern veginn að hver fara að gera það sem hann vill. Nei, svo líka sko í fyrsta leiknum þá fer Glódís Perla út af í hálfleik, hún var veik sko. Og tekin út af í hálfleik eða þurft af út af í hálfleik. Með magapínu. Já, en sko hún svo sem stýrir öllu sko, hún naftast og hún að kalla. Já, alvöru leiðtogi og það efast enginn það. En sko, það munar kannski það í þeim leik, ég veit ekki, en jú, eflaust eitthvað, en svo þetta er bara svo veikt sko. Þetta er leiðilegt. Ég ætla ekki að þykist hafa neitt vita á þessu. Nei. En þetta er ekki alveg, sko, það voru tilefni til væntinga. Af því að raunverulega íslenska liðið að við ættum að vænta mikið. Íslenska liðið að standa sig ver með hvað það átt að gera heldur flest liðin í mótinu, sko. Það er bara hannig. Já, við skorum ekki mörg. Það er ekki bara hægt í fótbolta. Það hefur sens á að skora á móti Noregi. Stundum kemur svona síðasti leikurinn búið að slakna á, ekkert að berjast fyrir nema heiðurinn eins og sagt er. Það er alltaf sagt áður en svona leikið verða. En það er kannski bara í 5.-7. hverju leik sem það gerist sko. Oft þessi leiki mjög sorglegir sko. Það sem fólk sem fullt af vonbrigðum inn á völlinn og reynir bara að klára sitt. Já. En ég geti sagt meira hvað mér þykir. Mér finnst til dæmis að hann hefði átt að strax að Dagný Brynjarsdóttir í liðinu. Ekki bara að hún er leikmaður með Vestham, heldur hún er stór og kröftug, skallamaður góður sko. Og svona alvöru fótboltamaður. Já, var ekki fyrirlið í Vestham? Jú, var það alveg. Já, svo fór hann í barneignafrí. Hann heldur með Vestham, sko. Ég líka. Ég er með Vestham tattoo hérna. Jú. Hvað tilvílu getur þetta verið? Það sé 3 Vestham. Það er eitthvað þannig að þegar fólk er áður á samstunum þá er þetta eiginlega eina spurningin, sko. Heldur með Vestham eða ekki. En við meðum ekki tala meira við fótbolta því að þetta er eiginlega athvarf fyrir þá sem að þola ekki allan enna fótbolta á RÚV. Er þetta í lagi að RÚV leggji fótbolta hverju einasta kvöldi? Er það ekki? 3 rásir. Þeir eru 888. Hvað er það? Það er þegar við ætlum að horfa á RÚV og... Já, textavarpið þarna. Já, nei, og vilt fá texta íslenska bíómyndir fyrir fólk sem heyrir illa. Þá, þeir eru með þá rás. Svo RÚV 1 og RÚV 2. Og það er sami leikun og öllu þessu sami leikurinn, hvað er með rás 1 og rás 2? Þetta er bara svona. Það er þess að við erum hérna til þetta fólk sem
sko, fólk getur haft á fótbolta og kannski ekki hvernig einasta leik. Þeir hættu við þeir ætluðu að færa fréttina til 9 meðan að þetta mótværi, svo ætluðu að færa það til 8. En þeir hættu við það. Og mínar heimildir segja það að þetta hafi verið bara eitthvað bríari hjá fréttastofunni. Það kom í ljós að þetta hafi enga stuðning innan hús og það voru alls konar sjóna með önnur sem að ráða. Það voru ekki tilbaka bara. Já, því að hvað ætlar að gera við tíman milli 7 og 8? Og þá var eitthvað svona hugmyndur að hafa kannski bara eitthvað svona current affairs þátt, að flytja kastljósi fyrir fram að fréttinnar. Er það gert einhvers staðar í heiminum? Nei, það er ekki gert í heiminum. Þú byrjar alltaf á fréttum. Þannig að ég held þetta hafi verið bara eitthvað kannski merkjum bara eitthvað stjórnleysi inn á fréttastofu sem hefur verið. Herðu, við ráðum ekki meira það. Nei. Það er hann Jóhann Páll ráðherra. Hann er mjög ungur ráðherra. Ég held ekki bara yngsti ráðherra en kannski fyrir þann Áslaug Örnu sem hefur verið. Eystinn Jónsson, hann var hann á metið. Það verður ekki svona gamlir eins og þú. Við vorum samtíma menn og Eystinn. Hann hefur svolítið vilja á að vera röggsamur og afgreiða hluti. Hann skoraði mörg þegar hann hendi bara út einhverjum kröfum á veitingarstaði sem að þurfti að fara í gegnum einhverju hakkavél eða voru eigendaskipti og gerði það svona einfaldara sem að ég held að vera vinsælt. Núna vill að vera vinsælt og bara fara að leyfa vindmyllur. Færi það til þar sem voru í biðflokki, færi þær þannig að verða nýtingar. Já, einhvers þar í Garpsdal, vitið þið hvað hann er? Það kom í hann. Nei, ekki svo ég viti, en ég átti hund, segir Garpur, það á hann. En þetta er réttur Reykjóla. Já, þetta er norðanverðan Gilsfjörð, austan við Króksfjörðanes. Þetta skrifaði ég það hjá mér. Þetta er svona einhvers þar á mörkunum á Dölunum og Barðaströndinni. Já, þetta er sem sagt, það er Garpsdalskirkja. Og þar er Garpsdalsdraugurinn, ég fann ýmislegt þetta svæði. Hvað er þetta? Og þarna hættan er svo að þetta gerist sama með vindmyllunar, held ég, eins og gerist með fiskaldið, að það verði bara einhverjir svona gaurar og braskarar, ég held að einhverjir þýskir fjárfestar í þessu sem að koma og bara reysa þetta og svo kemur bara í ljós hvort þetta þurfum við að hafa einhverjar stífari reglur eða ekki. Var ekki einhver þingmaður Sjálfstæðisflokksins, var ekki bara Guðlaugur Þór sem var í einhver svona... Nei, hann fór í þetta, Einar Guðfinnsson. Einar Guðfinnsson. Hann fór í fiskaldið. Já, hann fór í fiskaldið, en það er einhverju fleiri... Það er einhverju í vindorku pælingunum. Já, hann sem að hvað hét hann? Já, það kemur. Já, það kemur. En það eru hagsmunir Með þetta merkir þetta að benda á að bilið á milli stjórnmála og svona einhverja þjónustu fyrir einhverja auðkýfinga er eiginlega ekkert Af því að þetta er bara sama á Tony Blair og fleiri hafa verið að gera. Hann er í vinnu hjá okkur liði og verður bara ríkur eftir stjórnmálaferilinn og þegar við þekkjum menn sem eru að vinna fyrir kynverja í alls konar sem eru bara notað tengslanet sem byggtu upp í pólitíkinni er bara keypt og það er notað til þess að koma svona málum í gegn og allt í einu búfs komið hellinga vindmyllum. Mér finnst að við möttum alveg ræða þetta Já, þetta er áhugavert. Hvað ætlum við að fara að gera við allar þessu orku? Já, það er það sem ég hef svo erfitt með að skilja. Er það þá áframhald á einhverju stóriðju? Einhvers staðar sá ég að það ætti að flytja þetta í gegnum einhvern sækapal til Bretlands? Já, það er reyndar ekkert sem að banna það, en það er kannski frekar ólíklegt að það verði. Af því þeir geta alveg reist vindmyllunar bara, það er nógu rokið þarna á hálöndum Skotlands. Einmitt. Þegar ég var ritstjóri á Mannlífi sem var tímaritinu, fréttatímarit, og þá, þessu landsvíðan en þá fórum við aðtuga með vindmyllur á Íslandi. Og þá var einhver sérfræðingur sem sagði að það væri alltaf misveðra samt á Íslandi. Það geti komið svo mikið rok að það geti bara skemmst undan því og það geti líka komið logg dag eftir dag og þá kemur engin framleiðsla og sérstaklega kannski þessin aðra gerð út í sjó það sem er meiri vindur. Þegar það var slökknaði á Spáni og Portugal það var út af vindmyllum meðal annars út af þessu. Það er svo ójafnt hvernig það kemur inn á kerfið og kerfið sem er til þess að dreifa orkunni eða flytja orkuna, ég held að vilja að það sé frekar kallað að flytja heldur en dreifa, að það ræður ekki við þetta.
Allt í henni kemur bara gus af rafmagni sko, og allt í henni vantar það og þess vegna datt allt út. Þannig að þá oframleiðsla og sá sem er á hana, hann fær ekkert borga fyrir það, eða hvað, ég veit það ekki. Nei, og þá hugsunin svo að hérna til dæmis að því að það eru mikið sjálfstæðisþingmenn sem eru að reka þetta áfram, að þá hugsunin að Landsvirkjun bara drægi úr sinni framleiðslu á meðan. Þannig að það er opinber aðili, en einhver sem vil græða á þessu, hann verður að fá að dæla sinni, hann á að hafa forgang og menn hafa sem að þekkja eitthvað til rafmagnsframleiðslu að segja að þú getur ekki átt vindmyllugarð nema eiga vassaflsvirkjun eða eitthvað sem þú getur jafnað á milli, því að ef að þú kemur bara með þínar vindmyllur út af þessu sem þú ert að segja, allt í einu bara sturtar og hellingar rafmagn inn á kerfið, þá verður ykkur annar að draga úr og af hverju ætti Landsvirkjun með að fara að draga úr sinni framleiðslu bara til þess að einhverjir þýskir kallar sem hafa ráðið einhverja fyrrverandi þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja græða hérna. Við mótmælum þessu. En við skulum hérna vegna þess að Jóhann Páll með þessar ákvörðun sinni að flýta þessu sem hann tekur þetta bara og færir þetta að þá hérna held ég að við verðum að fara að heyra í fólki sem hefur verið að berjast gegn vindmyllum, fá það hérna í spjall hérna. Í þessum fréttatímum okkar. Já, ekki. Við líst svolítið vel á það. Herðu, það eru hún hérna Sigga Dögg, Sigríður Dögg. Auðunisdóttir. Já, alltaf kallað Sigga Dögg svona í bransanum eins og sagt er. Hún er formaður Blaðamannafélagsins og hún var að skrifa grein sýknudóm að það virðist vera landsréttur virðist vera búin að komast að því að Páll Vilhjálmsson, fyrirverandi sagnfræðikennari í Garðabæ, megi segja bara hvað sem er. Blaðamenn. Hann mátti ekki segja Samtökin 78, já, hann var alltaf látið fara þarna frá og hann var listur frá störfum. Sýknudómur, hann var dæmdur fyrir hattursorðræðu, ekki, eða ákjálfur. Jú, og látið fara frá og ekki háskólum. En Landsréttur var að sýkna það. Landsréttur sýkna það. Já. Og það finnst mér sko að getur tekið einhver svona minnihlutahóp og vanið í hann bara með skít og skömm og það bara allt í lagi. Ég er alltaf svolítið veikur fyrir þessum miðlamálum sko. Ég fagnaði aldrei þegar einhverju dæmdur fyrir miðri. Nei, það getur að fagna neinu. Ég var einu sinni sá blaðamaður í Íslandi sem hafði farið oftast fyrir dómstóla. Þannig til Reynir Traustason sló mig út og það allar rækilega. En þannig ég þekki þetta vel að vera að verjast í þessum málum og hafði alltaf árangur. En haldið þetta sé að því að hún er svolítið stillis upp þannig að það er Landsréttur og við vitum það voru fréttir það hvernig hann var mannaður, það var bara ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem raðaði sínu fólki inn og núna er hann ekki kominn að innan Brynjar? Já, hann er ekki konarnas. Haldið þið að það geti verið að þetta sé pólitík í þessu, að Landsréttur vilji svona lækka aðeins rostan í blaðamönnum og Mér finnst það ekki ósennilegt, en svo er þetta líka bara, þú veist, er ekki öllum bara frekar illa við þessi meðramál. Tímabilið sem þú ert að vitni í, þegar okkur var stemt alveg út og söður, þá var það bara ljóst að dómskerfið vildi lækka rostan niður í okkur. Þetta var kom alveg holskefla þegar við byrjuðum með pressuna, því að hún kom bara með svona annan tónin í Íslands samfélag og maður mætti bara dómskerfum sem ætlaði bara slökkva í þessum götustrákum sem væri með eitthvað ebagogg í íslensku samfélagi. Þetta er samfélagið okkar. Ég var svo heppinn að Jón Magnússon lögmaður, hann varði mig alltaf og hann er sjá hann í réttarsali er alveg dásanlegt hann er svo lifandi í réttarsalum. En haldið þetta sér pólitík? Ég slá fél, haldið þetta sér pólitík? Ég veit ekki, þetta er eitthvað Það er eitthvað mjög pólitískt alltaf við þessar meðrakærur. Ég held að það sé kannski svona til að byrja með, þá eru þær það. Ég hún til dæmis, alveg nokkrar, og svo sem gekk lengst, hún var nú út af einhverjum ummælum minn á lokuðu svæði sem að ég var svo sýknuð fyrir í Landsrétti og fyrst í héraði, síðan Landsrétti og það var nú bara einfaldlega vegna þess að þetta var eitthvað svona kall sem hataði feminista svolítið mikið og hann fór eitthvað svona herferð og kærði ansi marga. En svo er þetta líka að því þetta er svo rosalega dýrt að standa í þessu. Og þrátt fyrir að hafa tapað unnið málið í tvígang og fengið dæmt málsvarslaunin og það er bara brotað því sem er raunverulega kostnað. Já, nei, men svo bara átti maður ekkert fyrir því, þannig að ég fekk bara reikningin aftur í hausinn. Við erum samstöðinni eða blaðamanni sem hafa starfað áður stemt og það hefur kostað okkur gríðarlega peningar. Þetta er nefnilega mjög dýrt. Ég get alveg sagt eitthvað, við höfum bara ekki efna á stand í þessu. Það var sýknun ekki sýknun eða þú veist, ég veit ekki hvað það kalla,
ekki dæmdar fébætur í héraðsdómi og nú er þetta leiðin upp í Landsrétt þannig að þetta er gríðarlega kostnaðsamt að verða fyrir þessu og svona ríkt fólk og öflugt fólk notar þetta til þess að bara þagga niður í fólki. Þetta er mjög óþægilegt samt sko, það að sitja svona inn í dómsal og vera spurður og það er ekki allir sem er að spyrja mann sem að vita eins og manstu með fyrsta málunni þarna með Werner Rasmussen að þá var ég dæmdur fyrir það að framsetningin hafi framsetningin á opnunni hafi verið þannig, ég man ekki hvað orðalega var nota en það var dómarinn í rauninni. Í einhverju málinu var það fyrir sem hefði óþarlega stór. Já, það var bara sett fram með þetta var sett fram með óvíður kvennilegum hætti. Ég var einhvern tímann dæmt fyrir fyrirsögn sem ég skrifaði ekki en það var einfaldlega vegna þess að ég var skrifið fyrir greinin en tilvísunin á forsíðu var ekki mín. Herðu, en ég út af þessu þá finn ég svolítið til því að Páll Viljámsson, hann er nú bara venjulegur maður eitthvað stort í bæ og þurfa að standa í þessu. Ég bara ræði ekki við það. En hann startar þessu nú svolítið sjálfur. Já, ég veit það, en þú veist að sem að María er að vísa í að lenda í einhverjum svona málu og þurfa að vera að reka og verja sig einhvern veginn að... Já, það er bara ekki fyrir venjulegt fólk. Nei, þetta er óþægilegt. Herðu, næsta fyrirsögn er bandarískur kjarnorkukafbátur í heimsókn. Já, ég er mikið náðu þessu máli. Nú? Af því að, ef ég maður rétt að þá voru við búin að banna að kjarnorkuknúnir kafbátar kæmum til Íslands. Nei, með kjarnorkuvopn. Nei, ég held að hitt er líka, bæði kjarnorkuknúnir, það er kjarnorka í þeim, sjáðu. Og ég er alveg vissum að til dæmis Reykjavíkurborg samþykkt þetta í borgarstjóratíð Jóns Gnarr og þannig erum við sem sagt eitthvað aðeins að breyta slaka á gagnvart herrbúnaði og ég veit ekki hvort að það sé gæfuspor, ég held ekki. Þetta er svolítið áhugavert að því að nú ríkið er búið að slaka á. Þannig að maður velti fyrir sig hvort að sveitarfélögin hafi þá heimild til þess að stöðva bara svona út fyrir sína lögsögu þessi bara vopnaða og þessi vopnuðu skip niður á Reykjavíkurhöfn núna það er alveg hreint ótrúlegt að lítast. Það eru þessi brynvörðu gráu freikátur með einhverjum svona sprengjuvörpum framan á og svona tindátum með vopn bara niður í miðbæ. Já, bara niður í miðbæ Reykjavíkur. Með byssustingi. Ég held að þið hafi gengið miklu lengra núna og það er eitthvað bara verið stefna núverandi og síðustu ríkisstjórnar og til dæmis þessi kafbátur, hann er að koma í svona, það er verið að skipta áhöfn, þannig við erum þjónustu svæði fyrir kafbáta og ég held að leggja inn í Helguvík, ég veit ekki hvað það megi segja en það sé eitthvað hernaðarleyndarmál, það er látið út eins og það ég gerast bara út í Faxaflóa. Við sáum líka fyrir nokkru síðan kom annar og það var teknað myndir og hann byrti til sjónvarpi, þá var hann komið svolítið inn í Eyjafjörð sem er svona þröngu fjörður og mér bara Við viljum ekki fá kjarnorkuknúna kafbáta. Við viljum bara ekkert vera með her við bara erum stolt herlaus þjóð. Kafbáta, það er að synda. Það var næsta frétt næstuð í kafbátafrétt. Það er tugir með magapinnu eftir þríþrötu Laugavatn. Ég hitti menn í gær og við vorum að spjalla þetta því að einn er úti vistar bara gúrú Íslands og ég var að spyrja þetta þannig að ég sé þess að frétt þríþrödd þá þetta synda eitthvað 1,5 kilometer og þetta hlaupa svo endar á því að hlaupa held ég og hjólar fyrst og syndir svo og hleypur svo og ég var að því ég sá að vera að synda í Laugavatni og mér minnir að við höfum verið einhvern veginn í Laugavatni þeir voru litlir og botnið þar er bara að drulla og ég sagði, þetta gott að synda í Laugavatni og við sátum þetta við borðið og voru allir sammála að það væri bara engin myndi synda í Laugavatni og þá kemur fréttin að fólk er bara að fara veikt eftir þetta. Þetta er áhugavert líka vegna þess að þarna er eitthvað svona lúxussundlaug og að svona fyrirmynd sjóbaðana sem eru núna komin upp allt, það er búið að byggja út í Laugavatni og nú er hægt að fara
Já, og það hægt að fara þarna og einhverjum svona potta sem búið að koma fyrir út í. En einhver svona girðinga eitthvað til að það vatnin það geti verið hreinna eitthvað? Ég veit ekki. Botnin bara drulla. Sambland af einhverjum gróðri og bara mold og það verður brúnt í roki þetta vatn. Þarna eru áburður sem hefur verið notað á túnin áratugum saman. Hann allur fuglakúkur heims. Ég held þessi bara... og svo einmitt með svona túrista ásókninni. Ég myndi frekar synda í Signu heldur en Laugarvatni. Það búið að opna hluta að henni. Ég myndi samt ekki synda þar. Frekar heldur en í Laugarvatni. Nei, við vorum aðna, ég 17 og þú 10 og leiðum okkur bát og skiptist á að fara út af bát út í vatnið og þetta var bara allt mjög gaman. Það var alltaf lífshaski þegar hann var að passa mig. Það var ekki lífshaski. Ég sé þá ekki þetta kúkur í lauginu seinna. Bubbi seldi allt sitt höfundaverk og búin að selja það að megi búa til úr honum bara svona gervigrindar fyrirbrigði og kannski ættu að fá hann til að útskýra þetta svo skilgluðu samningur. Það kippt útlitið á hann líka. Já, þannig að þeir mættu taka hann bara eftir hann dáinn og þá með að bara búa til eitthvað svona eins og ABBA gerði. Þá getur bara að fara á tónleika sem að Bubbi í Utangarðsmönnum hendur tónleikana og það bara Alda Music hann Sölvi Blöndal sem er á tökkunum. En það sem að mér finnst merkilegt hann var að segja að hljómaði svona hefur tekið þess ákvörðun út af því að bara businessin á því að möguleikin á því að geta lifað af í músík sem tónlistarmaður væri eiginlega eyðast út af gervigrind. Já, ég held að ég ekki alveg sammála þessu. Ég held nefnilega að ég held að þetta geta mörguleiti verið mjög gott af því að það svo mikið offramboð af svona gervitónlist og nú orðið. Spotify voru þarna með einhverja á topp 10 vinsalista sveitin og mest spiluðu listunum kemur í ljós að þetta var bara gervigrindar-hljómsveit og þeir hafa verið þetta að borga tónlistafólki fyrir að einmitt svona útbúa fyrir þá og eitthvað svona þá þetta eitthvað svona tölvulíkan sem að þú fæðir með upplýsingum. Þú vilt fá hann á hljóma svona og líti út eins og Bubbi og hann á textarnir eiga að vera svona hins einn. Bubbi talaði sem dæmi það var Maggi Mix, það eitthvað svona fígúra. En hann býr til lag með Bríeti sem var ekki Bríet þar sem að það er söngrödd sem að svipar mikið til Bríetar, syngur tómatsósa hamborgara eða eitthvað og þetta er áhugavert en ég svona eins og ég skil þetta þá er Bubbi líka að verja sitt og svona sína arfleið og að börnin hans fái greitt eftir hans dag. Já, við söluna þannig, já. Já, nei, í rauninni fær hann fær alltaf eitthvað fyrir tónlistina sína og þó að það séu komnir einhverjir svona sem ég halda þið fram að svona bara 90% af þeim tekjum sem tónlistamenn geta náði í dag munu hverfa af því að það verður bara eitthvað gervigrindardót sem í músíkinu. En þetta er nefnilega maður verður að bera svolítið virðingu fyrir þeim sem hlustar á tónlist af því að fólk sem hlustar á tónlist það pælir mjög mikið í henni og ég held að þetta verði kannski mögulega til þess að fólk fara að selja eftir blötur. Það er eitt sem er samanlegur. Það er Geir Ólafs. Já, ég sá þennan blík. Hann sagði bara, skildi ekki í þessu, þetta var eins og að vera á móti autokontról, hvað heitir það þegar maður stillir á ameríska bíla sem geta kert sjálfur? Cruise control. Cruise control. Hann sagði að það væri svipað að vera á móti. Ameríska í öllu bílum. Það var það? Já. Ég bara er ekki með bílallu. Nei, ég heyri það. Ég heyrði fyrst að þessu í ameríska bílum. Herðu, talandi um það, þá er það ein frétt ný líkbrennsla. Þegar við fylgst með því, það var í Grafa í Fossvoginum, þar er verið að brenna lík og það vill svo óhöndlulega til að askana fólkinu og reykurinn af því leggur í næstu byggðir og það er náttúrulega óþolandi. Og leikskóli sem rannar líka. Þetta er mest eins og senan í Big Lebowski þegar að færi öskuna framan í sig. Ég var að vinna á þessu svæði Öskulheiðaskóli sem hann heitir eitthvað annað í dag, ég man nú ekki alveg hvað það er. Klettaskóli. Var með svona frístundaheimili þarna og þar var ég að vinna í nokkur ár fyrir 1.000.000 ára síðan og þá
var þetta nú bara þannig að maður var varður við þetta, þá var þetta einu sinni í viku, þá kom svona svolítið sérstök lykt. Þetta er mjög sérstök lykt. Það er skrítið lykt af brenntum beinum. Bara brennandi hold er hryllingur, sko. Já, en það sem að hefur gerst er náttúrulega að, sko, fólk er að láta brenna sig í auknum mæli, það er og alveg svona miklu meiri aðsókn í þetta. Ég velt fyrir mér, af hverju ósköpunum byggja ekki bara hærri stromp? Græjurnar eru bara gamlar, ég held að séu sko 60-70 ára gamlar og það var fyrirbrigði sem að vildi verða til, sem heitir eitthvað lífsins tré, sem að var eitthvað svona enga sem að vildi að bauðst til þess að gegn því að fá einhverja peninga að byggja þetta og leysa þetta vandamál. En niðurstaðan er svo að það var bara nýr opn handa kirkjugörðunum og þetta bara áfram í opinberri eigu. Ég heyrði einhverja kvarta yfir þessu en mér finnst það nú það sem er bara einokun, alveg augljóst að einokun að það á aldrei að enda í höndunum á engaðilum. Nei. En maður skilur að fólki, sko, kvarti, sko. Sem að kom? Já, sem lífist. Já, það er nefnilega sem maður veit að hugsa það kemur eitthvað sem hefur svona driftina, kemur og segir, heyrðu, ég er með lausnina og þá lætur náttúrulega stóri kallinn oft þannig að nei, ég ger þetta bara sjálfur. Þannig að kannski er þetta bara að fá eitthvað þessu fólki sem hefur áhuga á þessu að blanda því inn í kirkjugarðana og að það getur orðið vinnir, ég veit það ekki. En þeir ætla að fara að færa þetta úr Fossvoginum? Já, upp í Grafarvog. Ætli Grafarvogsbúar verði sáttir við það? Íbúðarhúsin eru kannski fjær, sko, það sem opning getur verið, sko. Ég held það sé nú. Já, ég meina það, nú stendur ekki til að fara að byggja þannig allt í kringum kirkjugarðin og umferðareigunum allt í kringum. Ég veit ekki betur. Sjáum til, það er mjög virk íbúasamtök þar, þau munu verið að ræða þetta. Herðu, síðasta fréttin með svo bara kostulegu fyrirsögn, það er grunar að stinga mann í rassinn af tilefnislausu og ég velti fyrir mér hvort að það hefði verið, hann hefði bara verið, ekkert verið að skipta sig með manninu með stungið eitthvað í rassinn af ríku tilefni og af hvaða tilefni þetta var að stinga eitthvað í rassinn fór ég að hugsa þá mundi ég eftir einu að ég var hitt eins og mann sem hafði verið á Grænlandi og hann var að segja mér að þar væri að menn stungnir í rassinn sem væri svona niðurlæginga tæki. Ef við varum að rífast, það er nú mikið drukki á Grænlandi eins og við vitum og þá er svona okkur krá og komið langt út í morgun og við erum að rífast og ég vil niðurlægja þig, þá stingið í rassinn af því að þú getur kannski ekki sest í 2 vikur á eftir. Já, herðu, þú ert kannski bara búin að leysa þetta? Kannski þessi grænlensku siður. Þetta getur verið. Ég vona að maðurinn haft rétt fyrir sér að ég sé ekki að bera út einhverja þvælu vini okkar í Grænlandi. Nei. En þeim getur nú orðið á eins og okkur og öðrum, sko. Hafið þið eitthvað heyrt að menn séu að stinga hvornalann í rassinu? Nei, þetta er nú reyndar ótrúlegt mál. Ég meina það er maður sem er og klukkan 3 hann átti heima þannig einhvers staðar í Aðalstrætinu og reyndi að komast inn á gang hjá honum en þegar hann náði að loka það úti og tók hann eftir því að það blæddi úr honum og þá að þeir hefðu stungið hann í rass og aftanvertlæri eða eitthvað svoleiðis. Það finnst ekkert hvorki tangurinn í teitur af þessum mönnum. Sem að stungumennin. Þeir voru sæður útlendingar. Já, það var, á milli 30 og 40. Og þá fyrir nú, Grunar Smári hafi átt rétt svolítið fyrir sér hann að þetta sé. Kannski grænlensku siður. Við vonum að maðurinn ná sér og hann verði ekki eins og honum bara hann geti sest í næstu 2 vikur. Ég vona það. Og sest niður og hort á samstöðuna. Þetta var tilhörn okkar til þess að fara yfir fréttir vikunar. Við náðum þessu á 42 mínútum. Við ætlum að reyna að ná þessu innan við hálftíma. Þannig að við verðum að tala hraða næst. Kannski við ætlum að læra. Ég er búin að reyna að tala rólega rétt, núna ætlum við bara að skjóta inn auglýsingu eins og við gerum vanlega. En svo ætlum við að fara að ræða málefni háskólans. Þar var síðasta ríkisstjórn og þessi búin að lofa stór auka framlög til háskólans af því að við ætlum að lyfta þessu upp til samanburða við það sem að gerist í öðrum löndum en það bara gerist ekkert. Við ætlum að tala við 2 prófessora eftir smástund. Hinkli við. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð,
tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, hjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á húnavellir.is og í síma 861 23 19. húnavellir.is. Já, velkomin aftur. Nú ætlum við að ræða málefni háskólans. Eins og ég sagði áðan að þá hafa síðustu ríkisstjórnir held ég verið að lofa því að byggja upp háskóla á Íslandi sem að væri í stæði jafnfætis við háskóla í öðrum löndum og lofað auknum framlögum en ég held að sé eitthvað látið það hefði ekki alveg gengið eftir og það voru 4 prófessorar sem að skrifuðu grein á Vísi í morgun sem að vakti athygli mína og meðal þeirra var Tinna Laufey Ásgeirsdóttir og Magnús Karl Magnússon og þeir eru hingað komin. Hvað stjórnmálafólk lofar alls konar og svíkur alls konar. Og hvað sérstakt við þetta? Sko, ef ég má, kannski hvað sérstakt við þetta? Já, það kannski tvennt sem að gera það verkum að það kannski meiri freisting fyrir stjórnmálamenn ef ég reyni að setja mig í þeirra spor og skilja þá aðeins. Það kannski aðeins meiri freisting að svíkja þessi loforð heldur en sum önnur af því að fjárfesting í sérstaklega háskólum og grunnrannsóknum kannski fjárfesting til aðeins lengri tíma og ef að maður lifir í 4 ára kosningakerfi þá eru kannski stytting á biðlistum eða eitthvað annað sem brýtna mál að manni finnst. Þannig að þetta nú eitt sem að mér svona dettur í hug hvað það varðar en síðan sko hvað það við þetta? Það sem við þetta mál nefnilega og ástæðan fyrir allavega mér og okkur fannst mikilvægt að tala um þetta. Ein af ástæðunum að ég held að almenningur átti sig ekki á því að fjárframlög til vísindastarfs og háskóla sko skera sig mjög verulega úr á Íslandi hvað vanfjármögnun varðar. Auðvitað eru margir sem að segja þú veist það þarf meiri pening í hin og þessi svið. Það þarf meiri pening í heilbrigðiskerfi, það þarf meiri pening í menntakerfi og svona. En ef að maður skoðar alþjóðlegan samanburð. Þá nota menn líka samanburð við önnur lönd til dæmis í heilbrigðiskerfið. Já. Við séum undir þar. Já, og við erum aðeins undir Norðurlöndunum en ekkert í samanburði við það hversu langt undir við erum þegar kemur að háskólamálum og vísindum. Þannig að það mismunandi til dæmis í heilbrigðismálum erum við vissulega aðeins undir í neðri kanti Norðurlandana hvað var það fjárframlög til heilbrigðismála en síðan eru þetta á öðrum sviðum sem að við erum yfir sko, þú veist, til dæmis fjárframlög til grunnskóla, þú veist, við veitum svona frekar ríflega til grunnskólastigsins en það bara þessi samanburður, jafnvel þegar við skoðum þessi svið sem eru undir, þá það ekkert í líking við þetta sko til dæmis ef við mælum svona algengum mælikvarði hvað fyrir mikið fjármagn sett í hvern háskólanema þá fyrir hverjar 100 krónur sem eru settar í háskólanema á Norðurlöndunum þá eru 60 krónur settar í háskólanema á Íslandi og þetta munur sem þú sérð ekki á öðrum sviðum. Við ræddum þetta, Magnús, í vor eða í vetur
Og þá, því að þú varst að tala að innan 4 áruna, en ef að þú sveltir eitthvað svona kerfi til lengri tíma, þá kemur náttúrulega að því að það fer að sarga sko rækilega í vélunum. Það bara fer að koma í ljós að með því að borga bara 60 þegar þarf að borga 100, að þá bara kemur í ljós að háskólakerfið okkar Já, ég held að vissuleika fyrir að bresta á einhverjum sviðum. Ég held að það megi ekki líka svolítið lítið á þetta sem svo að rannsóknir eru hlutir sem að mega bíða. Það gerist ekkert ef þú gerir ekki rannsóknirnar í dag frekar en á morgun. Þá viðhald á innviðum sem við höfum aldrei spennt okkur á. Ef ég held áfram, þá það vandamálið það að ef við fjárfestum í rannsóknunum, þá ávöxturinn af því þegar til lengri tíma til litið gífurlegur. Og það ekkert vafamál, það allir sammála þetta í vestrænum heimi. Ef við fjárfestum í rannsóknum, það skila sér mjög öflugum hætti. Ef við ætlum að vera með öflugu allir atvinnustefnu, þá þetta fjárfesting sem skila sér með miklu markvissari hætti til lengri tíma. Þannig að við erum þarna að spara í rannsóknunum í dag, en við erum að tapa til framtíðar verulegum fjárhæðum. En höfum við ekki verið að spara í mörg ár? Mörg ár og alla tíð. Við má eiginlega segja sem svo, við erum ekki ennþá komið á sama stig hvað varðar fjárfestingu í vísindum og ég held við séum óskup einfaldlega bara langt á eftir í því uppbyggingu vísindastarfsins sem við berum okkur saman við vestræn lönd og það hefur kannski að gera með það við erum ungt lýðræðissamfélag og við erum ekki komin við erum ennþá eftir hvað þetta varðar en það breytir ekki þeirri staðreynd að við erum að sóa krónunum með því að fjárfesta ekki þarna í þessum innviðum sem skila sér í verðmætara samfélagi, ekki bara verðmætari hvað varðar fyrirtækin, heldur verðmætari hvað varðar menningu, verðmætari hvað varðar hinna ýmsu opinberu geiri eins og heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið, menningarstarfsemin og svo framvegis. Þannig að þarna erum við að missa af tækifærum. Við finnum ekki fyrir því frá degi til dags en við erum að missa af tækifærum og þarna ættir hið opinbera alveg stöngin inn fyrir þá að fjárfesta. Og má ég bæta eins við þetta því að þú talar vestræn samfélög að því að það til töluvert af rannsóknum áhrif grunnrannsókna þá ég ekki bara að tala hagnýta rannsókn heldur áhrif sem sagt grunnrannsókna og vísinda sem í rauninni drifin áfram af forvitni og þekkingaleitinni sjálfri að áhrif þessa á hagvöxt til dæmis og aðra velferðarmæli hvarða í samfélögum og það liggur engin vafi á því að það eru mikil áhrif á hagvöxt en þessi áhrif þau vaksa og þau eru meiri og mikilvægri eftir því sem að land verður þróaðara. Að ef þú til dæmis í mjög vanþróuðu samfélagi þá kannski þið betur borgið með því að setja bara í hagnýtt og þú ert í ykkur svona það sem við stundum kalla catching up science en ef þú ætlar að vera svona vestrænt velferðaríki og hafa lífsgæði á þeim standard sem við svona viljum helst venjast hér á Íslandi, þá fer þetta skipta meira og meira máli. Að sem sagt vanfjárfesta ekki í grunnrannsóknunum af því að þá dröfumst við aftur úr. Þá kjósa samfélög að eyða peningunum í þetta? Já. En ekki við? Það má alveg segja sem svo að ég held að pólitíkusnir átti sig á þessu og þess vegna hafa þeir lofað þessu. Þeir átta sig á þessu en eins og Tinna að benda á þegar kemur til framkvæmda á hverjum tíma við erum eins og núna einhver örlítill mótbyr í efnahagskerfinu þá sagt við verðum að halda í við okkur í opinberu rekstri en þetta skammtíma sparnaður sem að langtíma tap og þannig að þessi pólitíski hvati að fjárfestandi framtíðar í 4 ára kosningakerfi ekki mikil en þarna þarf langtíma skipulagningu og langtíma sýn þess vegna kemur þetta alltaf fram þegar verið að setja fram stefnu vísinda og tækniráðs alltaf aftur og aftur sagt það sama við þurfum að fjárfesta miklu betur í þessu kerfi þar hugsunin langtíma hugsunin en síðan þegar kemur til framkvæmdana þá verður aldrei neitt úr því það eitt sem ég vil þó benda á einum þætti hefur orðið breyting það í opinberum stuðningi við nýsköpun hjá fyrirtækjum landsins. Það hefur orðið gerbreyting. Það má segja þessi vissulega jákvætt
en það var orðið gífurlega aukning þar og það í peningum í peningum sem hafa farið til fyrirtækja þú ert að vísa í skattaafsláttinn sem ég held að vera nálgast bara 20 milljarða á ári akkurat, og það er bara gat á fjármálaráðuneytinu og þar skerum við okkur úr, þar erum við langefst í OECD og það er eini hvað má segja, vísitala vísinda á Íslandi að við stöndum okkur vel, það fjárfestingu til fyrirtækjana, við erum efst þar í OECD 14% fyrir ofar þjóð númer 2 4 sinnum meira hlutfallslega heldur Norðurlöndin 4 sinnum meira Það var meira þess að verið gerðar athugasemdir, gott að það var ekki OECD sem gerði athugasemdir við að það veri allt og lítið eftirlit með þessari eftirgjöf. Þetta veri ekki góð nýting fjármuna eða svo umgjörðin sem hefði verið þarna. Ég væri þannig að það ítti undir peninga framlög sem skattaafsláttur það náttúrulega til hluta sem að kannski ekki samfélagslega mikilvæg. Og ef ég má segja, hver eru vandamálin við þetta til dæmis eða svona hættuna að því að þetta skekkir svo hvaða rannsóknir eru gerðar því að vissulega öflugt efnahagslíf og nýsköpun þar allra góðra gjalda verð en þetta eitt svið samfélagsins og þá eru við að gera meira af hagnýtum rannsóknum án þess að styrkja undirstöðunar sem að veikir þetta til langstíma en hvað með, okkur alveg sama þó að verði ekki þróun og nýsköpun í réttarsiðfræði, réttarkerfinu. Það almennt gerist ekki innan fyrirtækja. Menntamál barna, það gerist ekki innan fyrirtækja og efnahagsmál, það gerist ekki innan fyrirtækja. Öll þessi svið, stór menningamál og annað, það gerist ekki innan fyrirtækja. Þannig þetta er svo lítið svið sem að beina svo miklum fjármunum í með við allt það sem að veitir okkur velferð í samfélaginu. En ef ég má segja þetta að jafnvel, ef við förum í bara smá hugarleikfimi og segjum öll hins sviðin, okkur er sama þau. Mér er alveg sama, ég held að hafi engin áhrif á velferð okkar að hér sé, ef hér væri brotið réttakerfi eða menntakerfi eitthvað slíkt. Ég held að það sé bara gott samfélag sem býr til mikla efnahagslega velferð á grundvelli nýsköpunar í fyrirtækjum. Ég held að ekkert okkar sé en förum í þá hugarleikfimi. Það er líka til mjög mikið rannsóknir sem segja að þú getur fengið alveg frábæra nýsköpunarhugmynd en hvort hún verði að einhverju eða ekki, það fer eftir því hvernig samfélagi sem hún verður til í, hvernig það er gert og hversu vel til þess fallið það er til þess að skapa verðmæti. Þú getur fengið frábæra hugmynd en ef samfélagsgerðin, stofnana uppbyggingin, lýðræðisþróunin, trausti í samfélagi og aðri þættir, þannig að þú þarft til dæmis félagsvísindi til þess að rannsaka þetta og þarft þróun á þessum sviðum. Jafnvel ef þú ert með þetta þrönga sjónarhótt að þú vilji bara þessar nýsköpunar hugmyndir í fyrirtækjunum gangi vel, þá þarftu líka hinn fræðasviðin til þess að styðja við þetta. En líklega höfum við haft stjórnvöld sem hafa þá afstöðu að svo þekking sem að verður til í fyrirtækjunum og það rannsóknir sem stundar í fyrirtækjunum það sé betri ákvörðun sem eru teknar þar vegna þess að það eru fyrirtæki sem eru betur tengdar við samfélagið og þarfir einstaklingana sem eru uppfullaði ykkur svona hugmyndum það hvernig kapitalismin virkar á meðan að inn í háskólanum getið þið farið að rannsaka eitthvað sem að ekkert gagnir af bara akkur heiminn er blá þið kannist þetta er bara átök í samfélaginu þessar hugmyndir hvort að byggja fyrirtækin byggja samfélagið í takt við það sem fyrirtæki vilja eða hvort að við eigum að hafa svona sameiginlega ákvörðun það hvernig samfélagi byggjast upp meðal annars með því að rækta háskólan. Akkurat, þetta er alveg hárrétt sem þú ert að benda á. Það eru margir sem að trúa þessu. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta séu kredduhugmyndir byggðar á pólitískri hugmyndafræði. Þetta er ríkjandi hugmyndir. Já, við getum sagt það og þetta eru hugmyndir sem við erum í ríkjandi síðustu árum. En ef við óskum einfallega til vitnum við svo rannsóknir sem Tinna var að tala hér áðan, að ef við ætlum að ná árangri til framtíðar, þá er þetta ekki rétta leiðin. Og ég get bara líka nefnt sem dæmi, ég er búin að fór á síðustu mánuði, ég er búin að hitta fólk allan háskóla. Ég hitti fólk sem er að vinna rannsóknum sem snýr að félagslega kerfinu. Þau kvörtuðu við því að þau eina leiðin svo peninga til sinna rannsókna var að búa til app. Af hverju app? Að því það getur tengst fyrirtæki. En ef þú ætlaðir að búa til betri þjónustu fyrir þjónustu þegar í velferðarkerfinu,
þá eru engin innviðir eins opinbera til að styrkja þannig rannsóknir. Það verður ykkur að geta grætt á þessu? Já, og það verður, og það má einföldlega að segja það. Þetta er einhvern svona trú að því að þetta muni skapa meiri auð, en eins og ég segi, við verðum að hafa nýsköpun og framfærir á öllum sviðum samfélagsins. Annars erum við ekki með gott samfélag. Við erum ekki með gott heilbrigðiskerfi nema að sé þróun þar. Við erum ekki með gott velferðarkerfi nema að sé nýsköpun og þróun þar líka. Við erum ekki með öflugt menningarlíf nema að sé þróun þar. Þjóðminjasafninu að verða að segja upp fornleifafræðingum. Ég veit ekki af hverju, en mig brennur í grunum það að á Þjóðminjasafninu eins og mörgum öðrum opinberum stofnunum eru engir peningar til rannsókna. Eina leiðin fyrir þá að reyna að fá fleiri gesti inn á safnið í staðin fyrir að horfa á safn sem menningarstofnun sem að stunda rannsóknir á sama tíma. Og þetta endurspeglar samfélag sem að fjárfestir bara í fyrirtækjum, ekki í innviði samfélagsins og ekki í háskóla. Og ég held að ég vil bara ítreka því að þú segir að þetta séu ríkjandi hugmyndir. Ég held að það séu ríkjandi víða samfélagið. Ég sagði meðal stjórnmálasettarins. Já. En ég held bara að við getum setið hér og sagt það eru ekki byggðar á gagnrýndri þekkingu. Ef við viljum stjórnarstefnu sem byggir á gagnrýndri þekkingu, þá vitum við að þetta er ekki tilfellið. Þannig að til það er vandamál okkar að við erum með stjórnmál sem að halda umræðu samfélagið sem er ekki í tengslum við það sem að kannski er best vitað. Og varðandi það líka stjórnmálastéttina, þá svona þeim til vorkunar, þá segi ég líka eitt að ég held að við skrifum þessa grein núna í dag, en ég held að stundum höfum við kannski ekki staðið okkur nóg vel í að láta vita af stöðunni, að því að ef að maður er stjórnmálamaður þá þarf maður að vera með stuðning samfélagsins á bakvið einhverjar breytingar og ég held að almenningur gerir sér á engan hátt grein fyrir hvernig staðan er á þessu sviði, þá sérstaklega í þessum grunnrannsóknum og háskólasamfélaginu. Og það sem að reynda líka á við þar eru rannsóknir eins og Magnús Karl var að nefna innan stofnana sem hafa farið minkandi síðastliðin svona kannski 15 ár allavega, myndir ekki segja það? Já, akkurat. Má ég aðeins að því að þið komið eiginlega bæði úr heilbrigðisvísindum, svolítið á öðrum forsetum, að þú ert læknir og þú ert hagfræðingur. En að því ég sagði einhvern sem getur grætt á því að því mér fannst þú vera að lýsa kannski einhverju nýsköpun sem að þarf að vera til dæmis, segjum bara við þjónustu við aldraða, að þá er hvatinn til þess að þessi búið til app og það getur grætt á því. Þá er hugmyndið svo að ég leysi ekki bara þjónustuna við hópinn sem að þarf ég að búa til eitthvað tæki sem ég geti kannski selt síðan út og þannig við getum orðið rosalega rík á því sem er kannski ekki góð forseta til þess að þjónusta þennan tiltekna hóp. Þannig að allt eru peningarlegu sjónarmiðin búin að tróða sér á milli læknisins og sjúklingsins. Já, það er, ég held að þetta er ekki meðvituð ákvörðun, við höfum tekið það ákvörðun að við ætlum einungis að stunda rannsóknir sem snýra þessu með því að leggja áherslu á fyrirtækin, heldur hefur þetta þróast svona. Ég held að það eru þrýstuhópar í samfélaginu sem hafi ýtt á þetta. Það má eiginlega benda á nákvæmlega sama tíma og verið var að benda á það þyrfti aukinn stuðning til fyrirtækja sem vissulega var sennilega rétt. Fyrirtækin voru að fjárfesta mjög lítið í rannsóknir fyrir 15-20 árum síðan. Þá voru menn að hugsa leyðir og þá voru skattaafslættir, voru hugsaðir sem tæki, gott og vel. En á sama tíma var verið að benda á aðra þætti sem vantaði, eins og með háskólana, ýmislegt innan háskólageirans. Hvað gerðist? Einu viðbrögðum voru þau að fyrirtækin náðu fram sínum hugmyndum. Háskólarnir sem voru í nákvæmlega sömu stöðu þá eins og þeir eru núna langt á eftir Norðurlöndunum, þeim hefur ekkert orðið ágengt. Þannig að þarna er öflugur þrýstuhópur sem hefur virkilega ýtt á þetta og hvað maður segja, ég svo til að kannski segir, við erum kannski ekki staðið á verðinum háskólafólkið að standa fyrir okkar sjónarmiðum sem velji sé á sterkum grunni byggð. Og það sem að mér hefur líka bara fundist þótt stundum erfitt við þetta er að háskólinn er stofnun sem að teygir sig mjög víða samfélagið. Ég meina við erum í samstarfi við atvinnulíf, við erum í miklu samstarfi við Landspítalann, við erum í samstarfi við menntakerfið og svo framvegis. Og það sem að maður þarf eiginlega að benda á þegar maður er að lýsa stöðunni er að því ef maður fyrir bara segir okkur vantar meiri pening, þú veist, ég þarf meiri pening, Magnús þarf meiri pening, háskólarnir og ekki bara Háskóli Íslands, háskólakerfið allt.
sá söngur heyrist nú úr mörgum hornum. Þannig að maður þarf eiginlega að draga upp þessa mynd að þetta háskólakerfi, það sér á báti. Þú veist, rannsóknirnar í fyrirtækjum, þær eru að fá ágætlega fjármagni. Önnur stig, meir en annars þar. Önnur skólastig, maður að benda á hvað við erum miklu verðsett heldur en önnur svið samfélagsins og það finnst mann auðvitað stundum svo lítið erfitt að því að við vinnum með öllum sviðum. Ég meina auðvitað viljum við vera í góðu sambandi við atvinnulífið, heilbrigðiskerfið, önnur skólastig og svo framvegis. Þetta stofnun sem teygir anga sína mjög víða. Þannig að maður vil ekki endilega vera í samkeppni við hina, en þetta samt þetta kannski það sem skýrir stöðuna best og ég held bara að verði að segja á einfaldri íslensku svo það skiljist. En það sagt á móti að og maður finnur það og ég meina pólitíkin í Bandaríkjunum byrjuð að snúa svolítið það að stjórnmálin og tiltekna stjórnmálahreyfingar vilja einhvern veginn geta stýrt í hvað háskólanir eru að sinna vegna þess að kenningin svo að þið eru bara í einhverjum fílabeinsturni og það sem að þið eru að selja út í samfélagi sem þekkingu eru meira og minna bara pólitískar skoðanir sem eru byggðað okkur og það verður að hemja ykkur. Getur það verið að ég veit að þetta ekki eins gróft hér eins og Trump-stjórnin að reka. En getur verið þessi ákvörðun að verja auknu fé til rannsókna hjá fyrirtækjum og frista háskólan raunverulega sé sprottið af einhverjum slíkum hugmyndum að háskólinn sé raunverulega ógn við einhverja tiltekna hagsmuni sem ættu frekar að stjórna uppbyggingu samfélagsins. Ég ekki viss að þetta séu af sama meiði sprottin eins og það sem gefist í Bandaríkjunum akkurat núna. Það örugglega tengsl þarna á milli en ef að við horfum á það sem gefist í Bandaríkjunum núna það raunverulega verið að brjóta á akademísku frelsi. En þá skulum við spyrja okkur hvernig það gert? Það gert, fyrsta lagi náttúrulega það mjög grótesk átt á margan átt en tólið sem notað það skrúa fyrir fjármagn. Og það hefur gleymst í umræðinu hér á landi þegar við erum að tala akademískt frelsi. Við teljum okkur vera með mikið akademískt frelsi. En það sem alltaf takmarkar akademískt frelsi langmest hversu mikið fjármagn í kerfinu. Það eru fjölmargar frábærar hugmyndir sem vakna í háskólasamfélaginu sem aldrei verða að veruleika vegna þess að vanti fjármagn. Og ég ætla bara að lofa þér því að þeir amerísku vísindamenn sem nú margir hverjir að flýja Bandaríkin, þeir mun ekki margir enda hér á Íslandi ósköp einfaldlega vegna þess að hér ekki fjármagn. Í Evrópu og á Norðurlöndunum verið að setja stórar fjárhæðir í því að reyna að fá, rekrútera að fá bandaríska vísindamenn í sitt samfélag. Sem eiginlega flótta fólk. En þar kallar á mikla fjárfestingu af því að akademiska frelsi sem þeir eru að skorturinn á því í Bandaríkjunum sem bandarískir akademiski menn eru að skynja, það vegna þess að vera að skrúa fyrir fjármagnið. Og þetta það sem við höfum upplifað áratugum saman, þannig ég heldur megi kannski með góðu segja að við ættum aðeins að horfa í eigin barm þegar við tölum að sé eitthvað mikið akademisk frelsi á Íslandi. Það held ég sé verulega Þetta einskis að tala það að það ekki peningar til þess að reyka. Akkurat. Þannig Páll Þórðarsson sem professor í Ástralíu í efnafræði einn af þeim sem komir hálfskref inn í heilbrigðisgeirann. Hann sagði við mig að hann fengi 3 eða 4 erindi í viku frá fólki í Bandaríkjunum sem var að kanna hvert það geti farið. Það væri hann lýsti svo væri bara Þetta bara raunverulegt, þetta alveg raunverulegt. Akkurat, og þetta og það sem er merkilegt við hann að því að Ástralía svo nálægt Kína. Kína svo miklu herra í huga þeirra heldur en hjá okkur að hann sagði að kínverska háskólakerfi væri á slíkri framþróun að og þá eru við komið með þá svona skrýmgiluð mynd að við erum með Bandaríkin sem eru eiginlega brjóta niður háskólakerfi sitt og hins eru við með Kína sem eru að byggja upp þekkingu þá meina Bandaríkin að brjóta niður. Þetta mjög undarlegur heimur. Og það má kannski benda á í samtöku Bandaríkin að við alltaf hugsaðum Bandaríkin sem svona, mjög kapitalist samfélag og áherslu á fyrirtæki. En þau áttu þessu á því miðja síðustu öld að hlutverk alríkisins, hlutverkins opinbera var að styrkja vísindi. Og það var ekki bara gert, það var gert út frá líka efnahagslegum forsendum. Þeir studdu vísindi og þeir sögðust þá þarna við viljum svolítið mikla fjármagn í vísindi og
við viljum hafa akademískt frelsi. Af hverju? Af því að hugmyndina þurfa að verða sjálfsbrotnar og vakna og fá að vaksa svona í dálítið samkeppni hver við aðra og síðan vaksa upp úr þessu hugmyndir sem síðan getur orðið að nýsköpun hvar sem í samfélaginu. Þetta hefur drifið áfram efnahagslíf frá seinni heimsstyrjöldinni í miklu mæli. Og það sem ég vil nefnilega segja þetta með hvernig svona akademískt frelsi og þessar grunnrannsóknir samkvæmt því sem að stöðu þekkingar og það sem við vitum þetta úr rannsóknum að það veitir mjög miklu afli inn í hagvöxt. Það út af því að það eru meiri svona það sem á íslensku oft kallað úthrif eða ytri áhrif af rannsóknum sem verða í háskólum að því að það eru minna þessar lokuðu rannsóknir vöru þróun tiltekins fyrirtækis. Það einhver þekking sem að síðan margir nýta sér. Og þessi almannaeign, hún veldur því að einhvern veginn áhrifin verða meiri fyrir hverja krónu sem að þú setur í þetta. Meðal annars á fyrirtækin. Þannig að jafnvel fyrirtækin eiga að segja við viljum fá þessa grunnþekkingu og sérstaklega í ríku þróuðu landi eins og okkar ef við ætlum að vera á þekkingarjaðrinum í okkar fyrirtækjaþróun þá verðum við að vera með sterka almenna þekkingu. Þá getum við ekki bara nýtt okkur þetta síðasta skref að ætla að fara í svona patentlausnir á lokametrunum. Greinin ykkar eru að segja þið lofuðu þessu og þið ekki standa við þetta og þið eru ekki eini í því, það eru bara út allt samfélagar og það bara byggt á því að stjórnmálamenni tala annars hvernig við vildum hafa hlutina og þið eru komið á heilbrigðiskerfinu og hefur þú ekki verið meila rannsóknir á því að rannsaka það sem við viljum gera og það sem við ákveðum eða hvað við höfum efni á að gera og annað slíkt og þannig bara, ég meina við getum talað bara bara meðferð við fíknisjúkdómum, það engin vand að sýna fram á að krónurnar skila sig margfalt tilbaka en svo þá segja stjórnmálamennir, bara því miður, þá eru peningarnir takmarkaðir og við verum að taka ákvörðunum að ráðstofa þeim en ég vil nefna það bara ekki komið að ykkur kæra háskólafólk. En ég vil nefna því að það átt að vera komið frá ykkur að því þú segir að við erum að segja í greini þá að búið að lofa þessu ég vil bara kannski aðeins fara yfir hvað það var sem var lofað að það var sem sagt að árið við getum haft eiginlega sér þáttum það svikin lofað og þetta var sem sagt lofa sem við nú komið stundum upp áður en það var sem sagt síðasta var sem sagt aðgerða áætlun sem var gerð árið 2017 sem að gerði það átti að felast í því að íslenskir háskólar átti að vera fjármagnaðir til jafns við háskóla í OECD-ríkjunum meðaltal OECD árið 2020 og núna árið 2025 áttum við að vera til jafns við Norðurlöndin. Þannig að þetta voru svona þessi 2 stig að reyna árið 2020 að ná OECD og ég vil bara minna fólk á það OECD, það eru alls konar lönd, það eru lönd sem við oft berum okkur ekkert saman við, þetta er Mexiko og allt, þú veist þannig að Norðurlöndin er náttúrulega miklu eðlilegri mælikvarði. Við höfum ekki ennþá náð OECD meðaltalinu. Og við höfum dreifst aftur á því nýlega. Við náðum upp undir OECD tímabundið árið 2017-18 síðan höfum dreifst aftur úr. Þannig að og það ekki vegna þess að hinlöndin að rjúka eitthvað upp því að það eru yfirleitt niðurskurðar stefna alls þar í heiminum. Já, og það alveg rétt og en þú segir það allir að biðja þetta. Það sem við erum að benda á að þetta ekki einungis spurning efna loforð heldur, þetta er spurning það að fjárfesta með skynsamlegum hætti framtíðar. Því þetta er fjárfesting sem skila sér margfaldlega tilbaka og ég held að séu fáar fjárfestingar í svo opinbera sem skila sér með jafn arðbærum hætti og þá er ég bæðið að tala í krónuntalið og í lífsgæðum talið. En ég gæti fengið fólk úr alls konar gerum sem myndi segja það sama. Sambandi við innviða uppbyggingu og ég get ekki fólk úr menntakerfinu, sambandi við menntun barna innflytjenda sem bara algjör hryllilega vanfjármagna. Ég get sagt ég get ekki bara húsnæðiskerfið og sagt hvað heldur að kosti til dæmis leigjendur að vera með bara stjórnlausan húsnæðismarkað alltaf ekki 30 milljarðar ári sem að fólk borgar í ofháa leigu. Ég get alveg komið með röða fólki og ég ætla að spyrja ykkur af hverju ætti stjórnmálamaður sem með ráðstofun fjármagnsins að hlusta á ykkur frekar heldur en Má ég fyrst svara þessu? Hann er á vörunum á þér líka. Það fyrir náttúrulega auðvitað aðeins eftir í hversu þolinmóður hann er. Að því að ef hann vill leysa til dæmis húsnæðismálin og málefni barna innflytjenda og fleiri mál í framtíðinni þá eigur þetta getuna til þess
Þannig að þú ert að styðja við öll svið samfélagsins, því þetta eru rannsóknir á öllum sviðum samfélagsins, bæði sem að auðvelda allt þetta sem þú ert að tala um. Þetta eru rannsóknir á húsnæðismarkaðnum, rannsóknir á málefnum innflytjenda og allt þetta. Og þetta eru líka rannsóknir sem við vitum að auka efnahagslega getu til þess að setja fjármagn í þessa málaflokka. Þannig að það væri, þú veist, en vandinn er auðvitað að það fjármagn ertu ekki komin með á morgun. Skilur, þannig að þú þarft að vera aðeins þolinmóður en til lengri tíma þá er þetta lausn á þeim vandamannum líka sem þú varst að fjallum. Já, bara eins og mælt á mínu munni, sko, það er 100% sammáli sem Tinna var að segja og þetta eru, sko, það var margir sem segja það að, sko, segjast vera með, kannski standa frammi fyrir sömu vandamálum háskólarnir, en ég er nokkuð vissum að það eru fáir sem geta bakkað upp með jafngóðum gögnum að fjárfestingin skili sér með mikilvægum og arðbærum hætti fyrir samfélagið í heild sinni. Mynduðu vilja fá peningana sem varið í skattaafslátti fyrirtækja út af rannsóknum og þróun? Já, kannski eitthvað af því, en ég held að það er, ég held að, í sníspurningunni við, þá held ég að segja, ég held að sé mikilvægt í svona kerfum að sé gæða eftirlit með því. Ég held að sé ekki nóg gæða eftirlit með því sem að gerast í fyrirtækjunum. Og við erum bara tekið sem dæmi, þegar vísindamenn sækja styrk til vísindarannsókna, þá eru milli 80 og 90% af umsóknunum er hafnað. Ef þú fær hæstu einkunn, þá eru 50% möguleikar að fá styrk eða ekki. Okay? Það er engum hafnað sem sendir hafnað. Ef við horfum að fyrirtækin, þá er það yfir 9 af hverjum 10 sem fá samþykkt. Þannig að þarna er hrópandi mismunur og það segir okkur það að hvað að segja eftirlitið og gæða eftirlitið með því er mjög mikill munur þarna á. Ástæðan fyrir því að vísindamennir fá ekki styrkina er svo, það er mjög öflugt kerfi, umsóknirnar eru lesnar af vísindamönnum, erlendum fræðimönnum, gífurlega nákvæmt farið yfir, kíkt í saumana og umsókninni og samkvæmt þessum gæðastæðil ættu mun fleiri þeirra að fá styrk. Það er ekki það sem fá það ekki, er ekki vegna þess að vera eitthvað að þessu, heldur þau bara litli peningar. Ó, litli peningar. Herðu, en nú erum við stjórnmálastétt sem er að taka ákvarðanir fyrir okkur og hún lifir í heimi, heimir hún þannig að það er ekki nema að þessu bara köllu fyrir kastljós og það bara logar allt að þau grípa til aðgerða og þess vegna er með bara margt í samfélaginu umfram þessi 4 ára kjörtímabil sem að ýtir undir, þú veist, að taka bara skemmri sjónarmið og langtíma sjónarmið eiginlega komast ekki inn í umræðuna og við vorum áðan að tala um að til þess að eitthvað virkaði þá þyrfti samfélagið að vera allt saman gott og ef að umræðan okkar að vera góð, hvernig við tökum ákvarðanir framtíð samfélagsins, að þá er náttúrulega ábyrgð háskólans einna mest. Þannig ef að ástandið er svona, stjórnmálin er alltaf að taka bara reka samfélag frá hendi til munns, þá er það mest ykkur að kenna. Já, ég er nefnilega svolítið sammála því að þetta er, og ég leiði mig núna, ég held að þetta er náttúrulega bara, svo ég taki bara eitt dæmi bara úr mínu umhverfi og það er ekki að því að ég sé að tala fyrir hönd, þú veist, þessa fræðasviðs eða neitt slíkt, þetta er bara þetta er mitt umhverfi sem ég kannski þekki best en skorturinn er bara allt kerfið. Öll eðlileg samfélag á borð við Íslands samfélag væru með hér í landinu hagfræðideild með að minnstakosti 15 akademískum starfsmönnum. Þú veist, 15 kannski 20 eitthvað akademískum starfsmönnum. Hvað erum við mörg í hagfræðideild Háskóla Íslands? Við erum 6. Við erum 6. Þú veitir ekkert viðnám með þessu. Við getum ekki einu sinni á Íslandi er ekki hægt að fyrir meistarnám í hagfræði. Það er ekki hægt. Það er hvergi á Íslandi ekki í neinum háskóla til meistarnám í hagfræði. Ég meina þetta er náttúrulega ekkert boðlegt. Þú veist, við rétt náum að halda upp í grunnnáminu, þessi 6 kennarar, og hvernig gerum við það? Við gerum það með stundakennarum út í bæ. Þú veist, með því að ráða fólk á mjög lágum launum sem er þá í fullri vinnu annar staðar, sem er ekki gott fyrir nemyndurnar, þó þetta sé frábært fólk með mikla getu og góða menntun, að því að það hefur auðvitað ekki tækifæri til að stunda rannsóknir þegar það er í öðru starfi. Þannig að þetta eru kennarar sem eru þá í öðrum störfum og hlaupa inn í háskólan til að kenna námskeið og fara síðan aftur í svona sitt hefðbundna dagstarf og þetta áauðvitað bara ekkert að vera svona. En svo þurfum við að horfa á fréttirnar. Þurfum við að horfa á fréttirnar umræðu efnaðsmál og svona hagræn mál á Íslandi. Þá erum við að hlusta á starfsmenn greiningadeilda bankana sem eru hluti af businessnum. Við erum voða sjaldan í ykkur. Nei, já. Ég bara, við kynum það. Þetta er bara svoleiðis. Ég ætla kannski að bæta við að svo við fyrir ekki bara með barlóm.
að kannski benda á að nýlega komum við til tals að forsætisráðherra Kristrún Frostdóttir hefur að koma af stað stefnumóti sem snýr að atvinnulífinu, atvinnulífsuppbyggingu til framtíðar. Finnst mér mjög jákvætt. Þarna á að reyna að meta hvers konar atvinnulífi vilja byggja upp, að það sé ekki ráðist ekki bara af þrýstuöflum í samfélaginu. Þarna er tækifærið. Þegar við erum að hugsa atvinnulífsstefnu og þá erum við að tala atvinnulíf ekki bara fyrirtækja, opinbera geirans og svo framvegis. Þarna er gullna tækifæri. Atvinnulífsstefnan á að segja við eigum að fjárfesta í nýsköpun og þetta á að gerast í háskólunum, þetta á að gerast í opinbera kerfinu og í fyrirtækjunum og þetta á að gerast með aðferðafræði sem við vitum hvernig virkar, hefur verið margreind bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Það er engin galdra formúla þarna baki, þetta er einfalda formúlur og þarna er gullið tækifæri fyrir okkur. Í nýju atvinnulífsstefnu Íslendinga eigum við að fókusera á uppbyggingu sem byggist á nýsköpun og þetta á að vera nýsköpun í öllum geirum samfélagsins og hún á að byggjast til framtíðar og þetta á atvinnulífsstefnan að ganga út á. Þannig að við hvetjum Kristrún til þess að grípa núna boltan og taka þetta tækifæri sem að blasir við, það er svona gott ef við segjum low hanging fruit, þessu kallar á ensku. Þetta er dæmi eitthvað sem að er bara stöngininn fyrir ríkisstjórnina að taka sér nú og fara að móta atvinnulífsstefnu sem byggir á þessari einföldu aðferðafræði að stuðla að nýsköpun og rannsóknum frá háskólum inn í alla geira samfélags. Tinna Laufey og Magnús Karl, takk fyrir að skrifa þessa grein. Mér finnst það skemmtilegt að fá það svona því að svona hásumar og svona, þetta er ekki svona allir telja að þetta sé ekki tími til þess að tala svona alvarleg mál. Mér finnst þessi grein bara frábært tillegginni þar sem við verðum að kalla á til stjórnvalda mótun á okkur stefnu til framtíðar. Svona stórt stykki inn í daga þar sem að er svona mikið léttmeti og fótbolti og svona. Hentar okkur vel við Gúrkutíð. Hentar okkur vel við rauðaborðu á samstöðinni. Kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að halda áfram þessum sumarþætti okkar. Við tökum smá spjall og svo ætlum við að fara til Bretlands þar sem er verið að stofna nýjan vinstriflokk. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlu og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Já, velkomin aftur. Þau eru komin hingað Sigurjón og Marja. Herðu með þetta skemmtilegt spjall við professoruna, Magnús Karl og Tinnu Laufey. Hún tala, líka gaman að tala svona bara eitthvað svona það sem við ættum að vera að tala Þetta snýri svolítið það svolítið, hvort að stjórnmálur réðu við svona langtíma hugsun, hvað það byggja upp samfélagi til lengri tíma, þannig að gæti orðið gott og göfult, hvort að það væri alltaf að reka samfélagi bara frá hendi til munns. Þannig við erum gaman við Rauðaborð að tala svona til lengri tíma. Herðu, við ætlum að snúa okkur núna að öðru. Það ég ætla að hringja til London, til fréttaritara samstöðurinn í London.
Við erum með fréttaritara, Guðmund Auðunsson, sem ég talaði stundum við pólitík í Bretlandi og hann mjög skelegur. Það var fyrir helgi, þá var eins og sammæli 1 ár liðið frá kosningunum. Þegar að Keir Starmer Það ekki lengra. Nei, ég nefnilega hugsaði það sama, sko. Hann búinn að klúðra þessu. Hann búinn að það bara hvert ódæðisverkið og þessi rekur annað. Það var svolítið mikið fjallað þetta 1 ár og það var eiginlega í öllum fjölmiðlum og öllum svona spjallþáttum og allir sammála það að þetta veri afleitt ár fyrir Keir Starmer. En málið var það náttúrulega hann vann enga kosningasigur. Hann rétt náði að hækka fylgi verkamannaflokksins frá algjöru hruni kosningarna sem voru rétt fyrir jólin þegar Boris Johnson vann stórkostlegan sigur og flokkurinn datt niður í eitthvað 32-33%, hann náði að hækka upp í 34% held ég. En eins og það hrundi íhaldsflokkurinn, þannig að hann fekk alveg stórkostlegan meiri hlut á þinginu, Keir Starmer. Já, og svo náttúrulega þetta einkennilega kosningakerfið þeirra líka þessu. Það sem að veldur þessu, að það færið kannski 34% af atkvæðunum, en þú færið sko 65% af þingmannunum, sem galið kerfi. Þannig að hann byrjaði með gríðarlegt möguleika á að ná fram bara einhverjum stórkostlegum breytingum á bresku samfélagi, en hann fór í kosningarnar eins og Viðreisn sem hægri hagstjórn, þar sem hann að lofa því að ekki hækka neina skatta og ekki skrúa ofan af skattabreytingum nýfrjálsugjaruna, þar sem var færðir til peningar til fjármagnseigenda og stórfyrirtækja með skattaafslætti og skila ríkissjóði með afgangi. Þetta hægri hagstjórn. En vinstri velferð, sagði Þorgerður Katrín, og hann var eiginlega með það sama. Hann ætlaði að endurreisa NAS og hann ætlaði að gera alls konar hluti en þú getur náttúrulega ekki gert það nema að hækka skatta. Annarri þjónustu. Já, en ég meina hann að fara að auka peninga í varnarmál. Hann einn af mestu hershöfðingjónum í Evrópu og mjög ákafur í það. Stundum finnst manni það að hann vilji fara í það vegna veikrar stöðu heima fyrir. Að það út í veikri stöðu heima fyrir ekkert betra en stríð, sko. Falklands í Alma, Margaret Thatcher, þetta var því alda. Hún var þjóðhetja eftir það, sem var náttúrulega mjög jákvæðlegt stríð í sjálfum sér. Þannig hann leggur af stað og hann náttúrulega getur ekki staðið við þetta. Þannig hann algjör pólitískur lottari að lofa við eftir að lendi því með núverandi ríkisstjórn, að Viðreisn á eftir að lendi vanda með þetta að þú getur ekki uppfyllt enga skatta en bætta velferð. Nei. Það bara ekki hægt. Það ekki hægt. Alveg sama þóttu sért með eitthvað svona PR átöku eins og Viðreisn var með að hvetja til sparnar í ríkiskerfinu og öllu þessu. Já, þeir að samt að auka tekjur ríkissjóðs til þess með veiðigjaldar. Já, það veiðigjaldin sem ekki var. Já, kannski fleiri möguleikar að núti á þess að ég viti það. En þetta þess staðan, en á deginum þegar það var 1 ár frá kosningunum að þá var hún Sara Sultana lýsti yfir að hún væri að fara að stofna, hún gekk út úr verkamannaflokknum og var að stofna flokk með Jeremy Corbyn sem að mér fannst að ég sá svona viðtölu við hann og spjall og aftast í þættinum þá kemur hún Sara Stef Hildar sem var á ráðstöfnu, svona marxíski ráðstöfnu í London þar sem að Corbyn kom þennan dag og hélt tölu. Þannig að aðeins að heyri í henni hvernig tónninn var í honum, að því að mér fannst hann svolítið eins og þessi yfirlýsing Söru, altså hinnar Söru, hefði komið sér svolítið óvart. En við ætlum að byrja á því að hringja bara til London og heyra í Guðmundu Auðunsinni, okkar fréttaritara. Við ætlum að nýta það og við ætlum að reyna að byggja fleiri fréttaritara víðar heiminn. Og heyra stofnun nýs vinstriflokks í Bretlandi. Þegar 1 ár var liðið frá miklum kosningasigri verkamannaflokksins sem að var kannski ekki sigur því að verkamannaflokkur bætti nú ekki mikið við sig í kjörklefunum en vann hins vegar gríðarlegan meiri hlut á þinginu og ástæðan náttúrulega einmenningskjördæmin sem eru í Bretlandi. En þegar 1 ár var liðið frá þessu upphafi Keir Starmers
þá fylltist nú umfjöllun í Bretlandi, bæði í blöðum og í sjónvarpi hversu illan hefði staðið sig kallinn. En það komu líka fréttir af því að það væri von til þess að yrði stofnaður nýr vinstriflokkur vegna óanægju róttækari arms Verkamannaflokksins með stefnuna sem að Keir Starmer markað. Og fréttaritar okkar í London, Guðmundur Auðunsson, hann hér á línunni. Guðmundur, hvað þetta stórtíðindi eða þetta svona bara stórtíðindi út á jaðri stjórnmálana? Þetta í raun og veru stórtíðindi en þetta dálítið eins og svona að þetta sé leyndarmál sem að menn hafa vitað lengi að það stæði eitthvað til. Að á vinstri vangnum hafa menn verið að tala þetta töluverðan tíma og það oftast hefur Jeremy Corbyn fyrrverandi leiðtogi Verkamannaflokksins og svona stjarn á vinstri vang pólitíkurinnar í Bretlandi hefur verið orðaði við þetta en það hefur menn byggust kannski ekki alveg við þess að þetta kæmir nákvæmlega núna en það má kannski rekja til þess og sumir segja að hún hafi hlaupið kannski aðeins á undan sér Sara Sultana sem ungur þingmaður breska Verkamannaflokksins og mjög athyglisverður stjórnmálamaður og hefur orðið, hún ekki nema rétt tæplega 30 en hefur orðið stórstjarna í breskri pólitík á seinustu nokkrum árum. Hún þingmaður í Coventry Suður sem svæði sem að hún búin að vera þingmaður þar síðan 2019 og kom inn sem mjög ungur þingmaður en hún neitaði að greiða atkvæði hún greiddi atkvæði með því að aðgerð sem að Íhaldsflokkurinn kom á í sinni stjórn það að stuðningur við börn hættu eftir annað barn ef þau væru í neytu félagslega stuðnings og þetta hefur leitt til stóraukningar á barnafátækt. Barnafátækt einmitt mest meðal fólk barna sem koma á þessum fátæku heimilum og það segir sér sjálft að kannski barnafjölskyldur með 3-4 börn að þau fá ekki stuðning nema fyrir 2 þeirra þá kemur það niður á heimilisbúskapnum fyrir utan alla niðurskurðin sem hefur verið gerður lengi á stuðningi við fátækt fólk og Sara Sultana sem var kosin þingmaður Verkamannaflokksins eins og ég sagði Coventry Suður hún neitaði að greiddi atkvæði með því að þessu yrði leyft og neitaði að hlýða flokksskipunum og var svipt það sem þeir kalla svipunni eða VIP, það þýðir það að hún var eiginlega rekin úr þingflokki Verkamannaflokksins og hefur þá sitið sem óháður þingmaður síðan þá. Þetta og hún hefur haldið áfram að vera áberandi á vinstri vangnum, sérstaklega mjög áberandi í baráttunni gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og á Gaza og hún kemur frá bakgrunni, svona múslima bakgrunni en ég held nú að hún sé ekkert mjög trúið sjálf enda til dæmis helur hún ekki hár sitt heldur þá hún komi en hún hefur mikið látið til sín taka í mannréttindabaráttu Palestínumanna og baráttu gegn þjóðarmorði og hefur svona verið þyrnir í augum Verkamannaflokksins, ríkisstjórnar Verkamannaflokksins vegna þessa og Corbyn hefur auðvitað sjálfur verið mikið lengi baráttumaður fyrir réttindum Palestínumanna og á sama tíma og þessi að flokkurinn Verkamannaflokkurinn hefur dregið lappirnar verið með svona málamynda mótmæli gagnvart Ísraelsstjórn öðru hvoru þegar þeim finnst þeir hafa gengið á land að það hefur skapað mikla reiði á vinstri vangnum og ekki bara á vinstri vangnum heldur nær þetta töluvert yfir í pólitíska spektrum vegna þess að jafnvel miðjufólk sem að Starmer ætti eiginlega haug í horni hjá að það hefur mjög reitt út af hjá Verkamannaflokknum hvernig þeir hafa staðið sig
í þessum málum og þær hafa meðal annars haldið áfram að senda varahluti og stuðning til ísraelska hersins. Þeir hafa líka veitt þeim njósnagögn sem frá herstöðum sem þeir eru með á Kýpur sem mjög nálægt Ísrael. Þannig að þessi reið búin að krauma. Þessu til viðbótar að þá hefur verkamannaflokkurinn eiginlega sýnt það að þeir hafa farið niðurskurð á velferðarmálum. Þeir hafa vissulega aukið eitthvað fjármagn til heilbrigðiskerfisins, enda var það búin að vera í fjársvelti í langan tíma, en á móti hafa þeir skorið niður og hafa reyndu að koma í gegn tölvöru niðurskurði á stuðningi sem að fyrst og fremst stuðningur við öryrkja og þá sem eru frá vegna langvarandi veikinda frá vinnu. Þetta átt að skera niður töluvert en þá var það uppreisn í verkamannaflokknum og ríkisstjórnin varð að draga þetta stóru hluta tilbaka. Þannig þessi svona umræðan sem er búin að vera að krauma lengi niður, lengi í flokknum og það greinilega eftirspurn eftir nýjum flokki á vinstrivangnum. Það alveg svo sannarlega. En ef að þessu verður og Corbyn var náttúrulega kjörinn sem óháður og Sultana núna orðin óháð, búin að ganga úr flokknum. Ég man að þegar þessar deilur voru niðurskurð á velferðarkerfinu þá var verið að lista upp svona 50 þingmenn sem að voru í andstöðu við Starmer í því máli. Er von til þess að einhver hluti þingmanna verkamannaflokksins muni ganga til liðs við nýjan flokk, kannski fólk sem að í þeim byggðarlögum þar sem svona hefð fyrir róttækari stefnu eins og í Liverpool, Birmingham og einhver af þessum borgum sem að hafa oft róttækari hluti verkamannaflokksins hefur verið við völd í sveitarstjórnum að það fólk horfi fram á það að annarkvort fer ég með Corbyn og félögum og reyni að verja þingsæti mitt sem fulltrúi nýja vinstriflokksins eða ég tapa fyrir fulltrúa nýja vinstriflokksins í mínu kjördæmi. Er þetta komið svo langt að menn séu í svona pælingum? Líklega ekki, kosningar verða öllu líkindum ekki fyrir eða þurfa ekki að vera fyrir 2029. Þannig að það töluvert fram að því og þannig að það bara 1 ár liðið að 5 ára kjörtímabili. Þannig að það líklegt að margir þingmenn siti tilbaka. Ég sá meðal annars viðtal það var bæði Diane Abbott og John McDonnell sem eru þingmenn verkamannaflokksins og hafa lengi verið í vinstri armi flokksins. Og miklir samherjar Corbyn. Miklir samherjar Corbyn að þau hafa bæði lýst í að þau séu ekki alveg á leiðinni úr verkamannaflokknu núna. En það getur auðvitað breyst þegar nær dregur kosningum. Það mjög erfitt að brjótast í gegn þessu hefðbundna flokkakerfi í einmenniskjördæmum og það í raun og veru var það mjög óvenjulegt að í seinustu kosningum náðu 5 óháðir þingmenn boðuðu sig fram óháðir, 4 af þeim voru vinstri menn sem voru fyrst og fremst á pro-Palestinian plattformi en það var mjög óvenjulegt að það mjög sjaldgæft að þingmenn nái kjöri án þess að vera hluta af einu stóra kerfi. En það orðin mikil upplausn í kerfi, einu pólitíska kerfi í Bretlandi, þannig að þó að svona tilraunir hafi ekki tekist, hafa reynt að gera þetta svona fyrir svona 20 árum með því að búa til nýtt vinstra framboð sem náði hvergi fram, náði engum árangri í raun og veru vegna þess að þá var flokkakerfi miklu fastari böndum. Nú í dag hefur til dæmis sýnt að Reform hefur komið utanfrá og að mælast með 30% næstum því 30% fylgi í skoðanakönnunum og stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum sem fóru fram í maí. Þannig að það sýnir sig að það mikil upplausn á fylgi. Fólk mætir ekki bara kýs sinn gamla flokk þó að það hefur verið ákveðin hefð fyrir því lengi í Bretlandi að fólk mætir og heldur fyrir nefi og kýs annarkvæmt verkamannaflokkin eða íhaldsflokkin þó það sjóa nægt og hugsanlega svona sem mótmæli að kjósa frjálslyndaflokkin. Græningjar hafa náð svolítið fram en þeir eru svona freka takmarkaðir á ákveðnum svæðum í Bretlandi
og hafa svona ákveðna hérna svona áru að vera millistéttaflokkur, frekar heldur verkamannaflokkur, þannig að þeir hafa ekki náð miklum árangri á verkamannasvæðum í Bretlandi. Þannig, en þetta við sýnt að það hreyfing í gangi og það má taka sem dæmi að það var gerð könnun sem var birt í New Statesman fyrir rúmum mánuði. Það var áður en að Sara Sultana steig fram og lýsti því yfir og hún myndi stofna nýjan flokk eða það sem hún og Jeremy Corbyn myndi leiða, að þá var sýnt fram að það væri svona 10% kjósendur sem getur vel hugsað sér að gera það, þar á meðal 34% yngstu kjósendana og var flokkurinn langstæðstu meðal þeirra. Þannig að það greinilega ákveðin eftirspurn og upplausn í kerfinu, þannig að ég held að það sé miklu meiri möguleikar að nýtt framboð nái í gegn núna heldur en til dæmis í senustu stjórn verkamannaflokksins fyrir 20 árum. Já, þannig að það ekki von til þess að það byggist upp öflugur þingflokkur í kringum Sultana og Corbyn. En hins vegar var maður varfið það þegar 1 ár var liðið frá kosningunum að það voru allir miðlar, hægri og það nú ekki mikið af vinstri miðlum í Bretlandi því miður. En það eru svona podcast og fleira sem maður getur fylgst með sem eru á vinstri vagnum. Allir voru eiginlega sammála það að ef að verkamannaflokkurinn ætlaði að lifa kjörtímabilið enda þá ættu að íhuga það að skipta mann í brúnni. Er það þannig að Keir Starmer sé næstu því það sem stundum kallað svona dead man walking? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst, að það kæmi mér ekki óvart að það yrði skipt hann áður en að kjörtímabilið búið, en það mjög ólíklegt að það verði gert eftir svona stuttan tíma. En menn hafa stundum verið að tala það ef hann ekki næst árangur, það eru eiginlega hverju ári, eru sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi og þá kosið hluti af sveitarstjórnum í landinu og verkamannaflokkurinn fekk hræðilega kosningu núna í maí og menn segja ef að næsta ári náist engin árangur þá verður honum hugsanlega ítt til hliðar. En það Starmer þetta mjög óvinsæll og hann hefur orðið mjög óvinsæll mjög fljótt. Hann mjög litlaus stjórnmálamaður, vinstri fólki finnst hann hafa svikið það, hann hefur komist til valda á fölskum forsendum og svona miðjafólki finnst hann litlaus, þannig að það kæmi mér ekkert óvart að það yrði gert, að það yrði einhvers konar uppstokkun í forystu, sérstaklega ef að þessi flokkur nýji vinstri flokkur fyrir að ná ákveðnum árangri og varðandi þingflokkin að þá gæti, það allavega ljóst að það öllum líkið alveg örugglega 6 þingmenn ef að flokkurinn kemst á koppinn, vegna þess að það eru 4 óháðir þingmenn sem myndu gangi í hann, plus Corbyn og Sara Sultana. Það eru svona 50-60 sem maður myndi kalla mjög sterkir vinstrimenn í þingflokki verkamannaflokksins og síðan kannski 100 í viðbót sem eru svona soft left og það gæti vel gerst að þessi hópur ef að nýr flokkur nær fótfestu að þá nái færi hluti af þessum þingmennum eins og Diane Abbott og John McDonnell sem eru þingmennum eins og frá Liverpool hugsanlega og Manchester svæðinu gætu fært sig yfir. Ég held að menn sé ekki sjálfur hrættir við að stökkva, margir vinstri þingmenn sem eru ennþá inn í verkamannaflokknum sé hrættir við að stökkva ef að þetta næri ekki gegn vegna þess að þá geti verkamannaflokkurinn meira að segja verið án þeirrar vinstri raddar sem hann þó hefur í dag. Ég held að þess vegna séu menn að halda sér höndum. Sem klassíst svona vangavelta meðal vinstri manna í einmenniskjördæma ríkjum, hvort að maður eigi að búa til hreinni eða skárri vinstriflokk eða hvort að maður vera að sætta sig við það að berjast fyrir vinstrinu inn í flokki sem uppfullur af málamiðlunum og oft leiði til svona hugmyndalegs og hugsunalegs dauða. Þetta á við demókrataflokkin og verkamannaflokkin. Nákvæmlega og ég held að en verkamannaflokkurinn hefur gengið svo langt að traðka á vinstrimannum í flokknum meðal annars að láta reka Corbyn úr flokknum að það var alveg Corbyn var búinn að vera þingmaður síðan 1982
og í gegnum allt tímabil Tony Blair þá datt verkamannaflokknum ekki í huga láta Reagan á flokknum. Þannig að Starmer hefur gengið miklu lengra heldur en svona miðjumenn hafa áður gert í flokknum. Þannig að það gerir það verkum að örugglega miklu fleiri geta hugsað sér til hreyfings en áður. En hvað verður nýr flokkur myndaður? Er hægt að segja sér svo að það sé hægt að taka bara upp kosningastefnu Corbyn frá 2017 og þá ertu bara komið með fína stefnu og fína taktík og fín markmið fyrir vinstriflokk? Meir og minna. Sú stefna var mjög róttæk og hún náði sérstaklega vel til ungs fólks. Í kosningunum 2017 þá var stóraukinn kjörsókn, sérstaklega meðal ungs fólks og mikið af fólki sem sá enga tilgangu að kjósa áður kom og kaus verkamannaflokk Corbyns. Þannig að mjög líklegt að stefnan yrði byggð á þessu nýrri róttækri efnahagsstefnu, nýrri róttækri pólitík, stórhækkun skatta á hátekjufólk, fyrirtæki og svona klassískum vinstri skoðunum. Til viðbótar þessu kemur auðvitað það sem að venstrimönnum sérstaklega og ekki bara venstrimönnum eins og ég benda á áðan heldur að finnst vera svik við málefni Palestínumanna og bara að fólk gapir yfir því að það sé hægt að vera með þjóðarmorð í beinni útsendingu án þess að ríkisstjórn verkamannaflokksins standi í lappirnar gegn því. Guðmundur, ég sé að bakvið er svona barki eins og að þú sért að reyna að halda lífið þarna, er hitabylgja í London? Já, það hefur verið, það nú aðeins skárra núna en það var lengi vel yfir 30 gráður hérna og þá hitna húsin rosalega. Ég með skrifstofi hérna upp á lofti og einangrunin ekkert alltaf góð þannig að það hitnar þakki og það var komið upp í 30, 50, 40 stig inni á mér þannig ég fjárfesti í svona færanlegu loftkælingabúnaði og það svona haldið lífinu í mér. Ég var einu sinni í London í hitabylgju og ég lærði það að englendingar ekki mjög þolnir fyrir svona hitabylgjum. Ég hef aldrei heyrt mikið dæs eins og var í lestónum á þeim tíma þar sem að menn voru að dæsa undan hitanum. Þeir eru ekki ánægðir með hitan. Nei, það svona lenska að húsin eru köld á veturnar og allt á heitadögum á sumrin. Þannig að þegar kemur hitabylgja þá eiginlega hvergi skjól. Það dugar ekki bara að passa sig að opna ekki gluggana og halda næturkuldanum sem lengst inn í húsunum að sólinn hitar þetta þannig að það eru óbærilegt strax á hádegi. Þú verður að orða óbærilegt á hádegi og meira að segja að þá fólk eins og ég hafði stundað það áður en ég fjárfæst í þessari loftkælingabúnaði að maður fór bara í bílferð svo maður getur verið loftkælingu í bílnum. Herðu, Guðmundur, ég ætla þá að hleypa þér niður á neðri hæðir það sem eitthvað að 3-4 stigum kaldara en takk fyrir þetta og ég fæ að slá á þráðin aftur. Við ætlum að reyna að vera með svona hálfgerða fréttaútsendingar núna í sumar meðan að Ríkisútvarpið að senda út fótbolta. Þannig að Bretarnir, þeir skaffa okkur alltaf ykkur að fréttir. Það eru mikla sviftingar í pólitíkinni þar. Það er nóg að frétta og ég hlakka til að heyra frá ykkur og mér finnst alltaf gott að koma yfir á samstöðuna. Kæra þakkir. Takkilega. En við ætlum að halda hér áfram spjallinu við Rauðaborðið. Þess að það nú að ljúka þættinum en við ætlum að enda hann í smáspjalli. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, við erum við Rauðaborðið á svona sumarþætti. Við byrjuðum með fréttir sem nýjung við samstöðuna og svo hefur við fengið ýmsa gesti og svo slóðum við þráðinn til London og ræddum við Guðmund Auðunsson nýjan vinstriflokk og hingað komin Sara Stef Hildar sem einmitt nýkomin frá London á svona, hvað hefur við kallað það, kommunistarástöðnu? Hvað að kalla það? Þetta er besta sumarpartí ársins sem ég sótt núna, ég held að þessi 3. eða 4. sinn sem við fyrir núna.
kallast Marxism Festival og haldið alltaf hérna í London. Þeirra útgáfu írskum dögum í London. Kommunistapartí, eitthvað írskindar. Þetta rosalega flott festival, svo kallar hjá þessum Socialist Workers Party og þetta var stærsta festivali núna, hingað til, 3600 manns mættu. Já, þannig að mæta bæði fullt af Bretum náttúrulega og svo þarna gestir frá Tyrklandi, Ítalíu, þú veist, hérna og þaðan sko. Frakklandi, mæta alltaf frakkarnir líka. Íslandi alltaf, the Iceland Delegation. Þú varst þarna og Laufey, hérna sem hér ofta sendt út. Samstarfskona ykkar, hérna samstöðinni og hérna sittur einmitt með mér í stjórn vorstjórnunar. Ég sá mynd að þið hefðu hitt hana Helen sem býr hana á Ólafsdóttur sem oft hérna. Já, hún gerði þessi ferð inn í borga mitt á laugardeginum, þá hittum við hana. Daginn sem að Corbyn mætti. Já, ég svona hérna langar mig að heyri þér að því að fréttirnar stofnun nýs vinstriflokk kemur eiginlega meira að þið eruð í partíinu og að hlusta á alls konar erindum hitt og þetta. Hvernig fór þetta í þennan hóp sem nú líka kannski svona róttækasti hluti sósíalista í London? Í Bretlandi. Já, einmitt, sko, þetta nefnilega var tilkynnt á opnunar samkominu, svona opening rally sem að þessu sinni fór fram á næturklúb sem mjög óvinnulegt og venjúið fyrir þessa festivalið núna Marxískur næturklúbur var í Shoreditch Film Studios vegna þess að SOAS háskólinn og breskir háskólar almennt þarna í London sem að venjulega vettvangur þessa festivals hafa sem sagt neitað að hýsa festivalið. Út af Palestínu? Út af Palestínu. Einmitt. Og það var mikið, þeir voru mjög daprir sko og sjokkeraðir yfir því að hafa ekki fengið inn í SOAS. En Shoreditch er gott hverfi. Já, en þetta er bara mjög dapurlegt sko. En sem sagt þetta er tilkynnt að já, þetta er alltaf staldra við að það er orðið svo mikil skoðanakúun í okkar heimshluta að fólk sem ætlar að bara fara að ræða ýmis landsinsgagnanauðsinnar fær ekki að gera það vegna ótta yfirvalda að það verður bent á það ásist að þjóðamorð á Gaza. Og ég meina sérstaklega SOAS háskólinn sem sérhæfir sig í Mið-Austurlanda fræðum. Og þannig að þetta er sérlega slæmt sko. En þá það sérst á fimmtudagskvöldi þá það Andrew Feinstein, hann kemur í pontu og það hann sem tilkynnir þetta bara alveg óundirbúið. Hann hefur verið á X, svo kallum við það sem að Sara settið út. Já. Og svo eiginlega sko tóku bara föstudagurinn og laugardagurinn var svolítið undirlagður af sérst bæði þá erindi, þau sem ekki þessi erindi flokkurinn og svo líka gestafyrirlesar en það sem að flokkurinn hafði skipulagt að sínum erindum, þá var þetta svona þráður, hvað gerum við nú? Og í raun það sem var svolítið flott var að sko fundirnir tóku bara á sig umræðu þetta. Það var bara viðbragðsflýturinn var svo mikill hjá þeim að félagar sem sátu og hlustuðu alltaf í lok erinda sem kannski hálftíma eitthvað svoleiðis, að þá var bara verið að ræða þetta og það er alveg augljóst að það er togstreita þarna. Þannig að félagar í Socialist Workers Party sem ekki flokkur sem fer í framboð heldur vinnu bara svona í svona breiðri fylkingu með mjög ólíkum samtökum víðsvegar Bretland og það hefur verið bara mjög fróðlegt að fara þarna til þess að heyra sko aktivisman og hvernig ná tengingu eins og gagnvart sko islamafóbíu, transfóbíu, í svona litlum bæjum hér og þar Bretland að þá hafa þeir náð að skipuleggja sig alveg rosalega vel. Og í að vinna gegn þessu, að ná bara að kremja þessi mótmæli áður en þau taka af stað og En hvernig þetta? Mætti ég vera í Socialist Workers Party og svo í mínu kjördæmi verið í verkamannaflokknum til þess að tryggja það að verkamannaflokkurinn vinni í alls þingmannin? Já, það held ég. Það held ég. En fólki sem var á svæðinu nú að því að Corbyn svolítið svona, það voru mikla vonubundnar við breytingur sem hann gerði á verkamannaflokknum og kosningastefnuskráin 2017 var fín, svona frekar miðað við svona breytt samfélag, bara róttæk. Já. Var fólkið á ráðstefninu svona, hei, það að koma flokkurinn okkar að fæðast. Var það stemmingin? Já, sko, það var togstreita. Þannig að maður heyri það alveg á fundunum í umræðunum. Annars vegar var náttúrulega óttaðist fólk sko einmitt að glata þessari róttækni sem að Socialist Workers Party
þekktur fyrir, en hins vegar fannst það líka ákveðin ómöguleiki, þú veist, þau verða, þetta staðan bara þannig og sérstaklega, sko, Palestína bara gegnumgangandi þráður í allri þeirra nálgun og í ljósi þess, sko, þá það líka bara einhvern veginn, sko, ómöguleiki, þau geta ekki annað en stíð skref inn í þetta og þau buðu sérstaklega Corbyn að koma og hann kom og hann greinilega mjög virkur, hann bara ítrekkað og endurtekið í alls konar mætir á mótmæli og samstöðufundi Hann mætti öll mótmæli sem hafa verið haldin í Bretlandi fyrir góða málstað síðan einhvern tímann 1970. Já, og hann var þarna einmitt á laugardeginum, sko, þá hann að hvetja fólk til að mæta bara 5 dögum seinna, það samstöðumótmæli þarna og ég verð þar og bara mjög virkur svona, en þau ræddu þetta alveg, það eru náttúrulega einhverjar tókstreita þarna, sko, en enga síður þá þetta, ég sammála þeim, sko, ég sé ekki að þau geti ekki gert þetta, sko, að fara saman í að reyna að byggja einhvers konar svona vinstri framboð eða flokk hvað það verður, sko. Sérstaklega ekki núna þegar Nigel Farage og hans hans fylgisveinar eru sko á bara hraðri uppleið og það lítur allt út fyrir það, hann eftir að læsa á klónum hann í ansi mörg þingsæti, þannig að það verður einhverja spyrna við, en það eru líka raddir sem segja, sko, að með þessu, það sé í rauninni verið að kljúa verkamannaflokkin og með þessum róttæka vinstra frambóði þá sé í rauninni verið að tryggja það að Nigel Farage komist að. Já, það líka svona með þeirra sem inn í verkamannaflokknum sem eru þá minna til vinstri heldur en Socialist Workers Party sem að segja það að við getum ekki farið út úr verkamannaflokknum því þá verður hann náttúrulega bara algjör hörmung, sko. Þá verður hann bara viðreist og þess vegna verður við að vera áfram inn í verkamannaflokknum og haldunum þó til vinstri þá segja aðrir sem svipað og sagt demokrataflokkin í Bandaríkjunum sem að segja það að alla tilraunir sósíalista til þess að laga þessa flokka enda á vegg. Þetta eru grafhýsi hugsjóna, þessi flokkar. Það mun ekkert koma þannig í gegn. Sömuleyti getur sagt þetta demokrataflokkin og þess að mótmæla, en ég veit ekki hvað að segja þetta verkamannaflokkin, sko, sem náttúrulega allt annara tegundar. Þar eru ennþá, sko, verkalýðsfélögin sem eru beinir aðilar af flokknum og annað slíkt. Þannig að hann allt öðruvísi fyrirbrigði heldur en demokrataflokkurinn eða samfylkingin eða eitthvað svoleiðis. Já, ég meina það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með þessu, held ég. Þú veist, Socialist Workers Party skilgreinir sig allt öðruvísi. Í rauninni, ég fór þarna á eitt fyrirlestur, The Starmer Project, sem að fjallaði hvort að Starmer væri í rauninni íhaldsamasti leiðtogi verkamannaflokksins hingað til, en þá í rauninni undirbyggðan allt mál sitt á því að í raun, sko, frá upphafi að þá hafi verkamannaflokkurinn alltaf gefið afslátt af sér og sinni vinstripólitík, vegna þeir hafi alltaf viðurkennt fulltrúalýðræðið, alltaf viðurkennt stofnunina þingið og leið þú gerir það, þá ertu bara ekki róttækur, sko. Þannig að en þau geta náttúrulega að tala svona, þau ekki að bjóða fram og þau vinna öðruvísi, en það leiðin sem þau vilja fara, þau vilja vinna þetta öðruvísi, þannig að, en ég ekki stjórnmálafræðingur eða sérfræðingur þessi. Hvað sækir þú á þessar ráðstöfnu? Nú koma hann að vera að ræða alls konar hluti, svolítið mikið Palestínu núna býtti við. Já, svona gegnum gangandi þráður, sko. Feminisma? Já. Ég sæki, sko, bara orku í þetta. Þannig að og við höfum gert það, sko, því að fyrst þetta náttúrulega forvitni bara og tengdist svolítið því að ég var starfaði með Sósíalistaflokknum, þannig að við vildum svona aðeins bara fara á kanna landsvæði aðeins út fyrir landsteinina. Í annarsinn þá fórum við dálítið mörg saman einmitt og þá kom nú í ljós líka svona kannski smá tókstreita innan flokksfélaga sem mættu á svæði. Innan okkar hóps. Og þá eitthvað hægt í því sem sagt að það sé alltaf spenna á milli vinstri menna. Það allir ekki, já. En það er gaman að fara og hitta svona klubbfélaga sína, sko, og þau, eins og ég segi, við getum lært ýmislegt af þeim, sko, hvernig þeir tengjast, þau eru að vinna með rosalega ólíkum hreyfingum, sko. Eitt sem spennandi bara á okkar tíma og okkar heims hluta leit vinstrisins að einhvers svona endurfæðingu. Vinstrið í vanda og við myndum langa til þess að reyna að draga það í gegnum umræðu við rauðaborðið. Einhvern tímann datt okkur í huga að vera með þætti fram í sal sem við kannski fáum aftur aðgangað.
þar sem við getum verið að ræða svona stöðu viðsins og bjóða fólki til þess að koma og vera gestir, þannig getur verið svona fyrirspurnir úr sal og fá svona fólk svona sem að er vakandi og lifandi til þess að koma. En áður að því kemur þá kannski fæ ég þegar Laufey kemur líka til landsins, þá fæ ég ykkur kannski til þess að segja mér meira frá þessari ráðstöfnu. Bara endilega. Takk fyrir að koma hérna sem gestur í lokin á þessari nýja þætti okkar sem nýja þættur, sumarþáttur Rauða borsins 2025. Það sem að byrjaði með fréttum og við ætlum að reyna að halda því áfram núna á mánudögum, fram á mánudögum til fimmtudags, að byrja hérna með fréttir á samstöðinu klukkan 9. Nei, klukkan 19, klukkan 7 sem að RÚV ætti að vera að segja fréttir ef þið væri ekki alltaf að sýna hennar fótbolta. Við ætlum að gera það aftur á morgun og við munum þróa hana þátt. Við höfum stundum sagt að samstöðu sé tilrauna sjónvarp og þetta verða svona einhverja tilraunir fram eftir vikunni og kannski fram í næstu viku. Hvernig fyrirkomulagið þessu verður, það kemur allt í ljós. Ég ætla að þakka Söru fyrir að koma hingað og Sigurjóni og Maríu fyrir að vera hérna og öllum gestur sem að hingað komið og ykkur fyrir að hlusta og bendi á að það eru áskrifendur sem að halda samstöðunni gangandi. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur farin á samstöðu.is og gest áskrifandi hvetja til þess að gera það í kvelli. En ég segi þetta gott í bili, sjáumst á morgun klukkan 7. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.